614. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Hljómahöll þriðjudaginn 24. ágúst 2021 kl. 17 er hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Eydís Heinze og Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Íris Andreu Guðmundsdóttur sem að ritar fundargerð. Það eru 6 mál á dagskrá þessa fundar, en þeir eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 19. ágúst, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. og 19. ágúst, númer 3 fundargerð velferðarráðs frá 11. ágúst, númer 4 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 18. ágúst, númer 5 fundargerð framtíðarnefndar frá 18. ágúst og númer 6 fundargerð lýðheilsuráðs frá 19. ágúst. Ágætu bæjarfulltrúar, þetta er fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi og ég ætla að vona að sumari hafi farið vel í ykkur. Þrátt fyrir að áætlanir hafi ekki gengið eftir hvað sóttvarnir og sjúkdóma varðar. COVID skelltist yfir okkur á nýjan leik og við erum svo sem í hálfgerðu limbói þessa dagana. En við því er ekkert að gera og við höldum bara ótrúlega áfram með lífið okkar eins og það birtist okkur. En okkur er ekkert að vanbúnaðin að ganga bara til dagskrár og við tökum fyrir fyrsta dagskrálið sem er fundargerð bæjarráðs frá 19. ágúst. Allar fundargerðir bæjarráðs í sumarleyfi bæjarstjórnar fylgdu með í gögnum, en þar sem að bæjarráð var með fullnaðarákvörðunarvald á þessum tíma eru þær ekki til sérstakrar afgreiðslu, en ef einhver vill ræða þær sérstaklega þá er það að sjálfsögðu heimilt. En orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Margrét Þórarinsdóttir, gerðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 1. júlí þar sem umhverfis- og skipulagsráð var tekin fyrir. Þar samþykkti bæjarráð að vísa 14. máli fundargerðarinnar til endurskoðunar aðalskipulags, en félagsmálaráðuneytið er að óska eftir lóð fyrir öryggisvistun. Miðflokkurinn harmar að meiri hlutinn skuli ekki fara á þá leið í svona stóru máli sem þessi öryggisvistun er, að þeir sjáu sig ekki sóma sinn í það að spyrja íbúana álits. Þessi öryggisvistun er ekki bara spurning næsta hverfi, Dalshverfið 3, sem er að fara í uppbyggingu og þá íbúa sem munum búa þar, heldur líka nær umhverfi, þar að segja íbúa í Dalshverfið 2. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Orðið laust, ágætu bæjarfulltrúar. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vegna bóknar Miðflokksins þá langar ég bara að nefna það að þessi að bæjarstjórn hefur þegar samþykkt þessa öryggisvistun fyrir allmörgum mánuðum síðan. Það er náttúrulega kannski þá hafði ekki komið til umræðum að fara með þetta í íbúakosningu en það er náttúrulega aldrei of seint, en þessi ákvörðun hefur þegar verið tekin í bæjarstjórn að setja á stofn öryggisvistun. En ég vil líka ítreka það að eins og við vitum öll að samkvæmt skipulagi í Dalshverfi 3 að þá er þessi öryggisvistun ekki í því hverfi, heldur hún mun utar og töluvert frá hverfinu.
Margrét Sandís Geirsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það eru nokkur atriði í bæjarráði frá 19. ágúst síðastliðnum sem að mig langar til að ræða. Fyrst er það árshlutauppgjörið og þar eru blikur á lofti. 6 mánaða uppgjör, drög, en þar kemur í ljós að laun og launabundin gjöld eru að hækka gríðarlega og þannig að þeir sem hlusta og þekki ekkert til átti sig á þessu að þá erum við að tala um að á síðasta ári vorum við að tala um laun og launabundin gjöld upp á 4 milljarða en áætluðum síðan 4,5 og það er mikið út af kjarasamningum og ekki síður fjölgun starfsfólks. En nú stefnir í að þetta verði 4,8 milljarðar og við erum að tala þá 800 milljón króna hækkun á launum og launabundnum gjöldum á milli ára, sem er gríðarlegt. Og þetta er bara hreinlega rautt flagg til okkar allra og þurfum við að skoða það vel í sameiningu og við höfum þegar óskað eftir, meðal annars sjálfstæðismenn, að það verði farið í mikla greiningavinnu til þess að kanna hvað er þetta mikið vegna kjarasamninga, hvað er þetta mikið vegna fjölgun starfsmanna og hvað veldur. Og ég held að við séum öll sammála að það þurfa að gera það. Og ef svo heldur áfram sem horfir að þá eru við sem að við erum búin að vera að reyna að berjast við að reyna að vera sjálfbæri eða það þýðir að við ekki rekið með tapi en með þessu áframhaldi ef við heldum þessari aukningu áfram að þá erum við komin í mikil vandræði bara út af tekjum og rekstrargjöldum. Þannig að þetta er á okkar mati rautt flagg. Síðan er það næsta mál sem er fjárhagsáætlun sem við erum að hefja vinnu í og þetta verður ekki auðvelt, þetta er ekki auðveldur tími. En það vekur athygli að umræða og þrátt fyrir trúnað að þá er sú umræða búin að vera lengi að varðandi fasteignaskatta á að lækka prósentuna, hækkar þá upphæðin eða eigum að láta standa í stað prósentuna á fasteignamati varðandi fasteignaskatta eða eigum við að lækka hana og er það virkilega þannig að við erum tilbúin að hækka álögur umfram verðbólgu á fyrirtæki sérstaklega en ekki síður á einstaklinga en það er áberandi ef við höldum prósentunni þeirri sömu að fasteignamati yfir hækka greinilega það mikið á atvinnuhúsnæði að það verður ansi mikil hækkun og þá er alltaf spurning þeir sem eru og sitja og er að koma með stóra dóm varðandi fjárhagsáætlun. Er það fyrsta val að hækka skatta eða er fyrsta val að skoða hvort það sé hægt að draga úr kostnaði? Og við vitum það sem hefur verið á þessu fundum að við erum ekki sammála alla hluti og Sjálfstæðisflokkurinn hefur til dæmis verið að koma upp með ákveðin mál sem að kosta pening en við höfum kannski og mættum öll horfa til þess að koma meira með tillögu þar sem við erum að tala um að skera niður. Þannig að við þurfum að skoða það í heildina, ekki bara minnihlutinn, heldur eins og í hvert skipti sem við opnum munnin í fjárhagsáætlunarvinnuna þá segjum við hvar ætlar að taka peningana. Þetta er vinn okkar allra og við verðum að skoða það vel. Þá kem ég að 5. máli sem er staðsetning næsta grunnskóla Reykjanesbæjar. Þetta er dálítið spennandi liður. Þar sem og ég var gríðarlega spennt og var að gantast með það þegar var verið að fara yfir minnisblaðið upp á 2,5 blaðsíðu að þegar ég sá þennan lið þá hugsaði með mér hvar ætli menn reikni með að næsti grunnskóli verði og þar er mest hort til að ég veit að það er Hlíðahverfið eða Ásbrú og það verður að segja að aðilar sem voru í nefndinni slupru ansi vel.
Þeir komu með þá hugmynd að í næstu 3-5 ári verði byggðir skólar eða er þörf fyrir skóla bæði í Hlíðahverfi og Ásbrú. En við vitum það að við eigum mjög erfitt með að fara að byggja 2 skóla. En það sem að okkur langar til að nefna og mér finnst nauðsynlegt að ítreka það að þetta hefur ekkert með þá aðila sem voru í þessara nefnd að gera. Af því að mér dettur það ekki til hugar að þetta vanda fólk sem í nefndinni og var að skila þessu minnisblaði að það vinni vel. En það sem að þarf að gera er hreinlega að fara í alvöru frumathugun eins og menn sáu þegar frumathugun á heilsugæslunni í Innri-Njarðvík það var ákveðið að heilsugæslan ætti að reisa í Innri-Njarðvík, að ríki ákvað það, að þá er farið í frumathuguna vinnu og það er komið skýrsla upp á 37 blaðsíður þar sem er verið að velta upp öllum steinum og velta við öllum steinum og ég og við vildum gjarnan að við myndum fara í þannig vinnu því að við skulum horfa til þess að við erum ekki bara að tala fjölgun nemenda, við erum líka að tala að grunnskólinn í Ásbrú, á Ásbrú segi ég, að hann eru við sáttið hann eins og hann eru við sáttið staðsetninguna, eru við sáttið skólahúsnaðið, bara það eitt og sér. Og hvað verður síðan æpandi þörf varðandi í Hlíðahverfinu og eins er hugmynd að færa fjölbrautaskólann og vera með grunnskóla þar og fjölbrautaskólann byggja annar staðar. Er möguleiki að Keilir færi sig og svoppi við grunnskólann á Ásbrú. Þetta eru allt fáránlegar hugmyndir og ég segi fáránlegar vegna þess að þeim er kastað fram án allra athugunar. Þetta er akkurat hlutur sem að frumathugunar skýrsla ætti að gefa til kynna og ætti að vera til þess að hreinlega átta okkur á okkar möguleikum. Þannig að ég á von á því að næsta skref okkar sé það að fara yfir allt þetta, en mér finnst þetta gott minnisblað því leyti til að við erum að vinna í aðalskipulagi og menn að hugsa hvar á að staðsetja skólan og svo framvegis. Það er að sjálfsögðu góð vinna, en ég held að þessi tímabært bara helst í gær að fara í alvöru frumathugun byggingu næsta skóla. Takk fyrir. Anna Sigríður gerir svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Já, mér langar að koma undir sömu fundargerð og Margrét, mál 5, staðsetning næsta grunnskóla. Mér langar að nefna það sérstaklega að hverfið okkar Ásbrú er með gríðarlega mörg börn nú þegar. Munurinn á því og Hlíðahverfi er að helmingurinn af Hlíðahverfi á eftir að byggjast upp. Það hafa orðið breytingar frá því að þær íbúður voru hannaðar fyrst. Núna sáu eigendur þessa hverfis og byggingar þessara íbúða að það er verið að kalla eftir frekar minni íbúðum. Þannig að hægra megin, í Hlíðahverfinu sem er að fara að byggjast upp núna, þar munu verða minni íbúður. Það er ekkert víst að það verði endilega mikið af barnafólki. Það getur vel verið að verði kannski eldra fólk sem vil losa sig við stóra einbýlishús í bænum og fara í minni og betri íbúð, nýrri og kannski sleppa við garðinn. Þannig að við vitum ekki alveg fjöldan af börnunum þráttur að við getum gert áætlun. Verða þarna 250 börn, verða þau kannski 300. En hvað eru börnin mörg á Ásbrú? Þau eru þar núna og þeim er að fjölga. Þannig að ég hugsaði með mér, er ekki verið að setja Ásbrú í forgang? En samhliða því þurfum við að hugsa líka Hlíðahverfi, ekki endilega hugsa þegar skólinn sem við byggjum vonandi á Ásbrú, þegar hann er klár, að fyrir þá að hugsa Hlíðahverfi þegar allir eru búin að flytja inn í íbúðirnar. Við þurfum að gera þetta samhliða, en ég held að Ásbrú ætti að vera í forgangi, það er allavega mín skoðun, og sjá að þar er fjöldin af börnum. En þetta verður spennandi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Já.
Takk fyrir. Ég ætla aðeins að fá að koma inn núna sjálfur. Díana, ég hleypi þessu að því loknu. Mér langaði aðeins að fá að grípa inn í með það sem að bæjarfulltrúar hafa hér sagt varðandi þessa öryggisvistun sem að ráðgerð er og síðan líka þá fjárhagsáætlun sem að við erum að fara inn í að vinna og munum þurfa að vera að vinna alveg fram í desember þegar hún verður að lokum samþykkt. Rétt eins og bæjarfulltrúi Friðjón minntist á hér áðan, það var samþykkt samhljóða í bæjarstjórn að Reykjanesbær myndi taka við eða skaffa lóð undir úrræði af þessum toga og ég minnist þess ekki að það hafi verið lögð fram einhver sérstök bókun þá í þessu máli en að sjálfsögðu er fólki heimilt að skipta um skoðun en Reykjanesbær verður auðvitað að fylgja eftir þeim ákvörðunum sem hann tekur þó að bæjarfulltrúar leyfi sér að hlaupa út og suður þá þarf stjórnsýslan Reykjanesbæjar að standa við það sem að hún hefur sagt. Það voru ákveðnar, við vitum öll að þetta getur verið viðkvæm starfsemi en þetta er starfsemi engu síður sem þarf að eiga sér stað og við þekkjum það að fyrir reynslu annarra sveitarfélaga að þessi starfsemi hefur bara gengið ágætlega. Og þegar við vorum með þetta til umræðu þá sáum við ýmiss konar atriði í þessu sem að gætu verið til hagsbóta fyrir sveitarfélagi bara öðru leyti. Þarna þarf að vera til staðar mikil sérfræði kunnátta og þá starfsfólk sem að þar bæði sálfræðingar, læknar og fullt af sérhæfðum starfsmönnum sem að við gætum hugsanlega notið góðs af sem sveitarfélag þegar að þeir eru konur hingað á svæðið og síðan er auðvitað búið að vera að velta fyrir sér staðsetningu á slíku og ég held að við séum bara þessu tillaga sem liggur fyrir í aðalskipulagi og er núna til skoðunar að hún sé bara af henni góð að þetta er fyrir utan það hverfi sem fyrir er að byggja og ef að það svæði sem að þetta er staðsett á yrði einhvern tímann úthlutað til byggingar þá vissi fólk alveg að hverju það gengi. Þannig að ég held að þetta sé fín staðsetning og stendur við Reykjanesbraut og auðvelt aðgengi fyrir þá sem ætla sér að koma að heimsækja sína ættingja sem þarna dvelja. En þetta er auðvitað eins og við vitum viðkvæm starfsemi og viðkvæmur hópur sem að þarna mun dvelja. Rétt eins og það er viðkvæmur hópar sem dvelja í fangelsum. Við vitum það að Litla-Hraun stendur fyrir austan og það kvartar enginn yfir því að fullt af fólki sem fær vinnu þarna. Og ég held að verði þannig að það verði fullt af fólki sem fær vinnu þarna. Það þarf talsverðan mannafla til þess að reka þessa starfsemi. Nú eins og Margrét Sandnes minntist á hér þá var til umræðu ásluta uppgjör á síðasta bæjarráðsfundi og ég verð nú að segja það, ég verð nú frekar hissa þegar ég heyri þessa ræðu á sama tíma og það er verið að tala um að veifa rauðum flöggum þá er fólk að veifa því að við ættum nú hugsanlega að lækka tekjurnar sem við getum fengið. Ég átta mikið alveg á þessu. Það var vitað að launagreiðslur sveitarfélagsins myndu fara verulega umfram það sem hafði áður verið vegna kjarasamninga sem voru gerðir og við ráðum ekkert við. Það voru verulega hækkanir í kjarasamningu kennara og ekki draugum við það tilbaka. Síðan vorum við að taka
Stapaskóla í notkun og hann var fullmannaður af kennurum sem eru að sinna börnunum okkar og það kostar auðvitað sitt. Síðan fórum við líka í atvinnuátak og það var gert, það voru allir bæjarfulltrúar sem samþykktu það að fara í þetta atvinnuátak sem hefur verið út af COVID og það sem vantar í þetta afsluta uppgjör framlag ríkisins. Það ekki tekjumegin í afsluta uppgjörinu þannig að á móti þessum launagreiðslum vantar framlag ríkisins og þess vegna þetta kannski ívið meira heldur en að við höfum gert ráð fyrir svona pappír en við vitum það, við eigum eftir að fá peninga frá ríkinu sem hluti þeirra í þessu atvinnuátaki. En þetta verður auðvitað bara glíma okkar næstu vikur og mánuði að reyna að lemja saman fjárhagsáætlun við erfiðar aðstæður. Ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að gera það. Það hafa komið hér hugmyndir upp í pontu að fara að reka hér ungbarnaleikskóla og ekki hann ókeypis. Þannig að ég held að við verðum bara að vera tilbúin til að skoða þetta allt í samhengi. Þetta ekki bara það að við ætlum að lækka hér tekjurnar okkar með því að lækka álögur á íbúða vegna þess að við þurfum að standa undir ákveðinni þjónustu. Og við gerum það ekki bara með því að kasta frá okkur tekjum. En Díana Hilmarsdóttir gerir svo vel. Forseti og aðrir viðstaddir, ég kem líka hérna upp undir nýjum grunnskóla. Þegar stórt spurt, helstu vaxtarsvæðan í Reykjanesbæ eru 4, það Dalshverfi, Hlíðahverfi, Ásbrú og svo áætluð þétting á miðsvæði Reykjanesbæjar. Og þetta allt reiknað út frá fasteignu, mannfjöldaspá og öðrum útreikningum sem ég kann ekki skila á. Og eins og fram hefur komið þá tillaga starfshópsins að undirbúa byggingu á 2 grunnskólum, öðrum í Hlíðahverfi og hinum á Ásbrú, sem væru teknir í notkun að minnsta kosti hluta á næstu 3 til 5 árum. Ég sammála bæjarfulltrúa Önnu Sigríði með að Ásbrú eigi að vera í forgangi þegar hugar að nýjum grunnskóla og ég líka sammála bæjarfulltrúa Margréti Sanders varðandi pælingar með fjölbrautaskóla á Suðurnesja og ég var búin að punkta hjá mér að ef ég mætti ráða, ef maður væri með svona töfrasprota, þá myndi ég vilja að ríkið myndi alvarlega skoða það að byggja nýjan fjölbrautaskóla á betri stað þar sem að flest öll grunnskólabörnin okkar fara á einhverjum tímapunkti í framhaldsskóla. Og þá væri hægt mögulega að nota fjölbrautaskólann fyrir börnin sem eru að koma og mögulega að koma í Hlíðahverfi og fókusera á nýjan skóla upp á Ásbrú. Svo langar mig aðeins að bakka í fundargerðum og það var í bæjarráði 16. júní, liður 1, endurskipulagning á velferðarsviði. Það voru 5 stöðugildi samþykkt og það búið að auglýsa og ráða í þessi störf og mér langaði bara að koma því að framfæri hvað ég ótrúlega ánægð í hjartanu að öll vinnan sem hefur átt sér stað á velferðarsviði byrjuð að skila sér og hvað ég hef mikla trú á því að þetta sé til bóta bæði fyrir starfsfólkið okkar og fyrir skjólstæðingarna. Og svo var það í bæjarráði 25. júní. Það liður 7 fjarvinna starfsmanna áfram heimil og það nú líka ýmislegt jákvætt sem getur komið út úr þungum og erfiðum hlutum eins og heimsfaraldri. Mér finnst að fjarvinna geti nú verið hluti af venjubundum störfum starfsmanna og það mjög jákvætt. En það líka staðreynd að störf henta misvel í fjarvinnu og það að fjarvinna standi mögulega ekki öllum starfsmönnum til boða og ekki að koma í veg fyrir það að hún sé ekki í boði. Og við erum líka ólík og það ekkert endilega víst að fjarvinna hentu öllum starfsmönnum. Þannig að ég bara mjög ánægð með þetta. Og svo það bæjarráð frá 1. júlí, en það liður 7 í fundargerð sem fundargerð ítjaráðs frá 22. júní. Og það verkefni Allir með sem fór á stað í fyrra í miðjum heimsfaraldri sem hefur vakið mikla lukku, það hefur gengið vel og sanna gildi sitt. Og það hefur verið fjármagnað með styrk að mestu leyti frá félagsmálaráðuneytinu en einnig frá Ungmennafélagi Íslands og vinnuframlagið frá Reykjanesbæ
og íþróttafélögunum og það er mjög mikilvægt að mínu mati að þetta verkefni, samfélagslega verkefni, fái áfram hljómgrunn fyrir börnin okkar og að mæla árangur þess. En allir með stuðlar að jöfnum tækifærum barna sem að til þess að tilheyra samfélaginu og að öll börn séu í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi og að þeir sem að vinni með börnum geri það með veljiðan barnana í fyrirrúmi. Og það nú þegar verið að þjálfa allt starfsfólk sem vinnur með börnum og þjálfa börn í að vera góðu leiðtogar. Þannig að þetta verkefni og þar sem það þarf að hafa í hugað ávinningurinn raunverulega ekki allar að koma fram núna strax. Hann kemur fram eftir nokkur ár og það verið að sá fræjum og þeir þurfa tíma til þess að vaksa og dafna og þess vegna mjög mikilvægt að þetta verkefni fái fjármagn til þess að halda áfram að mínu mati. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson, gerir svo vel. Vilju forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Það mikið verk framöndan og búin að vinna mikið líka í sumar. Þetta búið að vera erfið verkefni og þegar forseti nefndi að áætlunar hafi ekki gengið eftir þá hélt ég hann alltaf að fara að tala um fjárhagsáætlunina en hann var að vísa að meina COVID-prógrammið hafi ekki gengið upp. En við erum samt held ég svona í þriðju bylgju í fjárhagsáætluninni því að við fáum reglulega yfir okkur sem sagt beiðnir sem sagt inn í bæjarráð aukin fjárframlög og það kemur mér þess að fram í þessari fundagerð ákveðin skýring í lið 3 frávik vegna fjárhagsáætlunar þar sem að sviðsstjóri fræðslusviðs reynilega að flagga og þetta hafi verið vitað að í undirbúningi fjárhagsáætlunar þá hafi verið vitað að við myndum fara fram úr okkur. Þannig að jú, vissulega getum við sagt já, við vitum alveg af þessu, við höfum alveg rætt þetta og þess vegna erum við aftur komin í það hlutverk við minnihlutanum eigum við að hætta að samþykkja og kóa með ef við megum síðan ekki ræða þetta. Ef það kemur á óvart að við komum upp í pontu og viljum benda á, ok, við erum að fara dálítið fram úr okkar, hvað getum við gert í þessu? Vissulega erum við búin að samþykkja þetta allt saman á hverjum einasta fundi. Við vitum af því að við erum í mjög skrýtnu ástandi. En það breytir því ekki að þegar maður fær þetta í andlitið, þetta opnað, þetta lagt á borði fyrir okkur, auðvitað verðum við að sýna viðbrögð. Ég myndi að hafa áhyggjur af því ef að svona áætlan verður lögð fram, svona staða og enginn myndi segja neitt. Segja, já, þetta flott. Þetta bara COVID-bylgja vaði yfir okkur og við bara ráðum ekkert við þetta og við erum bara að taka þessu. Við verðum að bregðast við verðum að tala um þetta. Við verðum að skoða það, hvaða möguleika höfum við. Vissulega höfum við verið með hugmyndir sem kosta eitthvað fáránlegan pening, eitthvað svona vitleysa eins og ungbarnaleikskóla og annað. Við erum bara í þessu verkefni. Það fullt af áhugaverðum hlutum sem við viljum gera hérna í bæjarfélaginu. Þetta einn af þeim. Kannski við höfum ekkert efni á honum, en það voru ekkert að heimta þennan ungbarnaleikskóla, við vildum skoða hvað kostar hann. Höfum við efni á honum. Vill fólk þetta? Ef við erum að tala um íbúakosningu, við erum að henda þessu í íbúakosningu og bara bregðast við. Það alveg möguleiki, en við viljum bara skoða þetta. Við þurfum að velta við öllu steinum, sama hvað heita. Annað var nefnt hérna til söguna, það þessi öryggisvistun. Þetta náttúrulega funheitt mál, erfitt og það alveg mjög auðvelt bara á detta á Skeljarnar og breytast í Ragnar Reykjás og segja þetta náttúrulega algjörlega vonlaust, stór hættulegt að vera með geðsjúkt fólk hérna valsandi
geta sloppið út og er bara hættulega fyrir börnun okkar og drepa niður öll þessi svæði og það er ekki hægt að byggja upp íbúðakarfið þarna og svo framvegis. En býðum nú við. Við ætlum að vista svona fólk, við ætlum að taka á móti þessu fólki. Þetta er verkefni sem samfélagið er búið að taka á sig og af hverju eigum við ekki að gera þetta í Reykjanesbæ? Erum við eitthvað betri en aðrir? Getum við ekki tekið þetta erfiða félagslega verkefni að okkur? Getum við ekki byggt upp þessa sérhæfðu þjónustu, fengið til okkar sérhæft starfsfólk í þetta verkefni sem vissulega þarf að sinna? Eða við getum farið á hinn og sagt, þetta er ómögulegt, við getum ekki haft þetta hérna. En það sem ég hefði viljað sjá þegar við erum að skoða staðsetningu, það er þessi sama vinna, eða svipuð vinna og var farið í þegar við vorum að skoða hvar ætlum við að hafa heilsugæsluna. Að það væru listaðir upp nokkrir valkostir og við myndum skoða kosti og galla. Það voru einhverja svona forsendur fyrir hvar þarf þetta að vera, hvað má þetta vera, stutt í ákveðna þjónustu og svo framvegis. Hvaða möguleikar eru í stöðunni? En í staðinn það kemur bara einn tekið á lífið og menn þá hafna því að við eftir að fara í gegnum þetta alskipulag og menn eftir að rökra það fram og tilbaka, en þá er bara þessi eini valkostur í stöðunni. Þannig að ég hef ekki tekið þátt inn í vinnu til að velta upp, en það kom ég ekkert nálægt vinnunni varðandi heilsugæsluna, en það er ekkert að kalla eftir því, heldur bara að þetta sé gert. Við séum með nokkra valkosti. Það vantar að vísu, svo forseti bent á, það vantar einhverja tölur tekjuhliðina inn í stöðuna frá ríkinu, en það er samt ekki, það er eitthvað innan við 100 milljónir. Þannig að við erum að fara fram úr okkur og við verðum að átta okkur á því og bregðast við og tala um það, án þess að fara í skotgrafirnar. Það er allir búin að tala um 5. liðin, staðsetning næsta grunnskóla Reykjanesbæjar. Þetta er mjög spennandi verkefni, alltaf skemmtilegt þegar það kemur að svona uppbyggingu, framtíðarsýn og annað. Og mér finnst það algjörlega, maður verður að passa þessi þetta er alveg frábært starfsfólk sem að vann þetta minnisblað, en þetta er algjörlega grunnvinna. Þetta er bara fyrsta skref, finnst mér. Og það hljóti að þurfa að vinna þetta meira með til dæmis fræðsluráði. Það er svona eitt sem ég vil henda inn í þetta. Þetta sé líka unnið af kjörnum fulltrúum til þess bærum að fjalla um verkefnið. Það er sem sagt skólahverfin, hvernig þetta þróast, hvaða sviðsmyndi geta komið upp, hvað viljum við sjá. Vissulega líka umhverfissvið. Umhverfisráði getur líka fjallað um þetta. Þannig að mér finnst við vera svona frekar á bara svona fyrstu stigum og bráðdóldið það bara kom til að byggja 2 skóla næstu 3-5 árum á þessu stöðum og bæjar á samþykkir þessa tillögu. Aftur ég er að samþykja eitthvað og svo kem ég að vera kvartunda. Það er algjör reykás. En mér finnst allavega að við þurfum að skoða þetta aðeins og vinna fleiri sviðsmyndir heldur en þessa einu sem að þessi mæti vinnuhópur lagði fram í bæjarráði. Takk. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að
lýsa ánægju minni með að vera komin hér á bæjarstjórnarfund aftur eftir gott sumarleyfi bæjarstjórnar og vona að þið hafi notið sumarsins og haft það gott og hlakka til samstarfsins í vetur. Við langar aðeins bara út af þessu síðustu málum sem hér hafa verið til umræðu að segja að ég lít svo á og eftir samtöl bæði við fræðslustjóra og sviðsstjóra umhverfisins og fleiri að þessi umræða staðsetningu grunnskóla nákvæmlega á byrjunarstigi bara. Það bara verið að tala að hefja þá umræðu upp á næsta stig, skulum við segja. Þannig að það ekki búið að taka þannig séð ákvarðanir neinar, en það svona þeir eru að leggja til, eða hópurinn að þetta verið skoðað og út frá skipulagi og fleiri og það nákvæmlega það sem að gerast. Að því hér var nefndur Fjölbrautaskóli Suðurnesja, þá finnst mér nú rétt að upplýsa bæjarfulltrúa það að það eru kannski kannski 2-3 ár síðan að þessi hugmynd kom upp fyrst þegar Hlíðahverfi var að verða veruleika, hvort að við getum nýtt hans skóla og ég átti frumkvæða fundi með Kristjáni skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem ég ræddi þetta mál við hann og spurði getur Fjölbrautaskólinn orðið okkar og nýst okkur sem við getum þá hugsanlega samtengt byggingarnar, Holtaskóla og Fjölbrautaskóla hann verið aftan íþróttahúsið og íþróttahúsið hluti af skólabyggingun og eitthvað svona. Kristján útilokaði ekki neitt í þessu efni og þegar við vorum búin að ræða þetta svona óformlega bara í kaffispjalli í hálftíma eða eitthvað eða hvort það var klukkutími og fundi var í sjálfu sér lokið, þá klikti hann út með því og sagði þetta fínar hugmyndir Kjartan, þú hlýtur að fara með þær í menntamálaráðuneyti núna, ég ætla ekki að gera það og þú lætur mig vita þegar þú ert búin að koma þessi gegn að ríki byggi nýjan framhaldsskóla á Suðurnesju. Ég hlakka til að fylgjast með því. Og með þessum orðum fannst mér að vera að segja þetta ekkert að fara að gerast. Sko. Við ekkert að fara að fá nýjan framhaldsskóla í ríkinu. Ég allavega hef ekki hafið þá vegferð að fara inn í ráðuneytin og óska eftir því. Það getur vel verið að við þurfum að gera það samt. Nú, svo það spurning og með hönnun og form og þá kennsluhættu og það skólastað sem við erum að þróa og sífellt í þróun og við sjáum að Stapaskóli, okkar nýjasti skóli, ekkert hannaður með sama hætti og þessir skóla sem voru hannaðir hér miðja síðustu öld með gamla fyrirkomulaginu, 25-30 krakkar í stofu og borð. Þetta allt öðruvísi heimur í dag, þannig að ég veit ekki hvort að það myndi svara kostnaði að taka einhvern gamlan skóla innan gæsalappa og aðlaga hann og breyta fyrir nútímalegri kennsluhætti. Það þyrfti allavega að skoða það mjög vel. Nú varðandi fjárhagsáætlunina að þá vil ég nú þakka bæjarfulltrúum fyrir umræðuna hérna áðan og brýninguna. Það alveg ljóst að við eigum verk fyrir höndum þegar kemur að því að setja saman áætlun sem að við getum verið sátt við. Við höfum eins og ykkur kunnugt verið upp fyrir haus núna í 7 ár að glíma við það að reyna að koma þessum málum í lag. Það hefur gengið bara vel hjá okkur. Ég var nú að segja það að ég hefði ekki viljað vera í þessari stöðu sem við erum í núna með sveitafélagi eins og það var gírað 2014. Það hefði ekki verið glæsilegt fyrir okkur. En okkur hefur lánast með góðri samstöðu og samstarfi bæjarfulltrúa, starfsmanna, íbúa og allra sem að málinu hafa komið að koma málum í betra horf og ég verð nú að segja það að mér hugnast ekki sú mynd að við séum að fara að setja saman einhverja fjárhagsáætlun núna fyrir næsta ár og svo næstu 3 ár þar á eftir frá 2022, 3, 4 og 5 sem að leið okkur út á einhverjar hættulega brautir þannig að við stöndumst ekki skuldaviðmið eða jafnvægisreglur eða annað. Þannig að þó að sé búið að aftengja fjármálareglur sveitarstjórnarlaga núna tímabundið þá vitum við og þær munu taka gildi aftur og við þurfum áfram að halda gríðarlega vel á spöðunum og passa okkur hvert við erum að fara með þetta. Aðeins
ungbarnaleikskóla, því að það var hans komið hér inn á hann, að þá aftur vísa ég í samtöl við fræðsluleiðtogana okkar og það er alveg skýr stefna og vilji fræðsluyfirvalda í Reykjanesbæ að vera ekki með sérstaka ungbarnaleikskóla sem að sinna eingöngu unga börnum. Heldur er það þeirra sýn að hver einasti leikskóli ætti að hafa yfir að ráða ungbarnadeild, þannig að foreldrar geti farið eigi þau fleiri en eitt barn að fara með þau á sama leikskólan, setja unga barnið í ungbarnadeildina og eldra barnið á einhverja eldri deild. Auðvitað eru skipta skoðanir þetta, ég gerir mig grein fyrir því, en þetta er svona samt sá svona andi og tónn sem er í samtölunum mínum við þetta góða fólk sem vinnur á fræðslusviðinu. Og lokum varðandi öryggisvistun, þá vil ég bara minna á að við fengum í lok vetrar 2020, þarna fyrir, þetta var einhvern tíma svona í apríl, maí, eitthvað svona, þá kom þessi hugmynd fyrst inn á borð til okkar og við urðum að svara fyrir 15. júní ef ég man rétt því hvort að við ætluðum yfir höfuð að gefa færi á þessu eða ekki, af því að félagsmálaráðuneyti fékk vilyrði frá fjármálaráðuneytinu einhverja tiltekna fjárhæð sem ég man ekki, ég held hún hafi verið 100 milljónir eða eitthvað til þess að fara í undirbúningsvinnu fyrir þetta ef þeir fyndu stað eða lóð sem geti hentað. Og þannig að það var mikil tímapressa á okkur að svara strax þarna hvort að við ætlum að gera þetta ekki. Og ég veit að þið munið þetta og við áttum fundi með fulltrúum félagsmálaráðuneytisins upp í Súlum og það var farið vel yfir verkefnið og kynnt fyrir okkur þeim sem að mættu þar og niðurstaðan var svo að við sögum já, við skulum taka þetta, við erum til í samstarfið og það hefur ekkert breyst. Þeirri ákvörðun hefur ekki verið hnekkt. Síðan þá hefur ráðuneytið, félagsmálaráðuneytið verið að bæta meðal annars lagaumgjörð og reglugerðin í kringum þessa starfsemi sem kom í ljós að var ábótavant og eflaust hafa þau notað eitthvað af þessum peningum í það. Og í þeirri vinnu þá hefur komið fram meðal annars ára hagsmunasamtökum, ég ætla ekki að nefna neinn nöfn í því, en þessi hópur skjólstæðinga þarna tengist ýmsum svona félagasamtökum og hagsmunasamtökum sem að hafa allavega sum þeirra sett fram mjög miklar efasemdir að Suðurnesjamenn geti sinnt þessari starfsemi. Að við séum bara ekki nógu klár eða flink eða nógu vel mönnuð eða skipuð að við getum sinnt þessu af þeim gæðum og þeirra alvöru sem að þarf að gera og þetta væri starfsemi sem ætti náttúrulega hvergi að vera nema innan borgarmarkana. Og mér finnst þetta mjög sérstakt en svona hefur þetta verið kynnt fyrir mér. En við sjáum til, við erum enn að bíða og þetta verkefni er bara í þróun. Við erum ennþá þar til annað verður ákveðið, full vilja til samstarfs við ráðuneytin þetta mál og það blandast ýmsir fleiri inn í það meðal annars skólarnir okkar sem að hafa tekið að sér að mennta og þjálfa starfsfólk til svona almennra starfa, sérhæfðra en almennra starfa innan þessa vettvangs og þannig að þetta getur haft margvíslega áhrif hjá okkur. Friðjón Einarsson gerir svo vel. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, takk fyrir góða umræðu. Það er ljóst að það þurfa að tala í bæjarstjórn Reykjanesbæjar núna að gera. Mér langar aðeins að hlaupa yfir þessa fundargerð bæjarráðs. Fyrsta sem ég langar að nefna er árshlutauppgjör Reykjanesbæjar sem oddviti sjálfstæðismanna fór hérna aðeins yfir áðan. En það kannski gleymdist að geta þess að í áætlun þessa tímabils sem hún ræddi þá var áætlunin tæplega 1,5 milljarður í mínus.
en staðan er mun betri, það er bara rúmlega 1 milljarður í mínus. Þannig að samkvæmt áætlun, að við erum með reksturinn samkvæmt þeirra áætlun sem við lögðum upp með þegar fjárhagsáætlun var samþykkt síðastliðið haust fyrir tæp ári síðan, eða rúmlega ári síðan. Tekjurnar hafa aukist nokkuð, en gjöldin hafa aukist minna en tekjurnar, svo það sé sagt. Þannig að gjöldin hafa aukist 300 milljónir en tekjurnar jukust 500 milljónir. Þannig að við erum á áætlun og aðeins betur en það. Og auðvitað verða þetta erfið skref hjá okkur núna, fara í fjárhagsáætlun næsta árs, næstu 3 ára. Við þurfum að vanda okkur eins og bæjarstjóri fór hérna aðeins yfir. Þetta er ekki auðvelt og kannski að halda á okkur höndum. En ég vil bara ítreka það að staðan er þó betri heldur en við gerum ráð fyrir. Við fjölguðum gríðarlega mikið störfum í sumar og unnum með ríkinu og Vinnumálastofnun í því verkefni sem hefur verið kynnt fyrir bæjarstjórn nokkrum sinnum og bæjaráði og fjöldi, 100 starfsmanna voru ráðnir inn og við viljum nú bara færa þakkir öll í góða starfsfólki sem vann við það hjá okkur. Þetta hefur verið alveg ótrúlega vel gert og vel unnið og sýnir kraftin í starfsmönnum Reykjanesbæjar. Það er alveg til fyrirmyndar hvernig staðið hefur verið að þessu. Að bregða svona skjótt við á vormánuðum og farið þessi átök er bara til fyrirmyndar. Takk fyrir það. Við vorum að ræða, eða oddviti Sjálfstæðisflokksins ræddi hérna áðan um fjárhagsáætlunina og hækkun á fasteignamati og það er alveg ljóst að það er hækkun 4% á fasteignamati íbúðarhúsnæðis og það er 9% hækkun á fasteignamati hjá fyrirtækjum í húsnæði til atvinnureksturs. Minni á það að við lagfærðum reiknistuðlinn fyrir þetta ár og lækkuðum þar að leiðandi raunlækkun á fasteignamati til fyrirtækja sem var í fyrsta skipti í langa tíma sem það var gert og við vorum eitt af 2 sveitarfélögum í Íslandi sem lækkuðu álagninguna gagnvart fyrirtækjum sem gerði það að það var bæði raunlækkun til íbúðarhúsnæði og fyrirtækjahúsnæðis. Nú þurfum við að ræða hvað við ætlum að gera en allt bendir til þess að tekjurnar til sveitarfélagsins ef við gerum ekki neitt gæti numið 60-70 milljónum. Auka tekjur ef við gerum ekki neitt vegna hækkunar á fasteignamati. Eignirnar hérna hjá okkur hafa hækkað upp í yfir rúmlega 310 milljarða eignirnar í Reykjanesbæ, heildareignirnar og ljóst að hérna á síðustu árum hefur fasteignamati hækkað verulega mikið og íbúar fengi meiri verðmæti kannski í sínar hendur en á sama tíma þá hefur stuðlinn lækkað 40% þannig hefur okkur tekist að halda í horfinu þessum hækkunum sem annars hefðu orðið með því að lækka stuðlinn. Fasteignagjöld hafa samt hækkað en að raunvirði hafa þau lækkað verulega. Minni á að fyrir 4 árum síðan þá voru áætlaðar tekjur af fasteignagjöldum 1600 milljónir og núna í ári er það 1900 og ég er að tala um 4 ár. Þannig að raunlækkun er verulega á fasteignagjöldum til fyrirtækja og íbúa. Svo hafa það bara á hreinu. Kjartan bæjarstjóri fór yfir staðsetningu skólamála og ég þarf nú ekki að segja meira en það en ég vil kannski bæta því við að það var líka haft samband við Landhelgisgæsluna hvort það væri mögulega á því að þeir keyptu af okkur Háleitiskóla þegar þeir fóru að hefja byggingaframkvæmdir fyrir rúm ári síðan upp á Ásbrú. Þannig að það hefur verið að opna hurðar hér og þar hvort að við gætum farið einhverja nýjar leiðir í þessu. Bæði með sölu skólans og svo það sem Kjartan nefndi með fjölbrautaskólan. En þessi vinna er bara rétt að byrja. Við þurfum að fara í skipulagsvinnuna og það er ljóst að það þarf að koma skóli fyrir Hlíðahverfið og annar upp á Ásbrú og við þurfum að undirbúa það vel og ég hef engar efasemdir með það. Við munum gefa okkur góðan tíma í það og taka þessu umræðu. Sitt sýnist hverjum í þessu auðvitað. Aðeins varðandi
þessa umræðu og bókun öryggisvistun. Þetta var 11. júní í bæjarstjórn sem allir bæjarfulltrúar samþykktu þetta verkefni. Allir bæjarfulltrúar voru sammála því, samþykktu það. Bara það sé sagt. Takk. Guðný Birna Guðmundsdóttir gerir svar. Kæru forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mikið gaman að sjá okkur aftur. Ég vona að þið hafi haft það gott í sumar. Þótt að COVID hafi eyðilagt ýmislegt fyrir okkur enn ferðina. En mér langar að koma aðeins hérna undir fundargerðum Bæjarráðs og sérstaklega varðandi öryggisvistunina, og þetta er bara góð og holl umræða sem við höfum átt hérna. Og við höfum rætt þetta líka sérstaklega þegar við tókum þetta fyrir núna fyrir í sumar. Auðvitað þurfum að vera taktísk hvar húsnæði verður, og þá ég við, til dæmis við ætlum ekki að setja við hliðina á ungbarnaskóla, eðlilega. En alltaf þegar við tölum slík úrræði, hvort sem það er búsetuúrræði fyrir útigangsfólk, fólk sem er í virkri vímuefnaneyslu, fólk með geðsjúkdóma, maður heyrir alltaf það sama. Þessi úrræði eiga að vera til staðar, vissulega gott og gilt og frábært, en bara ekki við hliðina á mér. Það er alltaf þannig. Þannig að við erum að fara að setja niður þetta þjónustúrræði hjá okkur í byrjun og hverfi áður en það vera byggt upp, þannig að það verður þar til staðar. Og það er taktíkin hjá okkur og verður okkur til heilla. Þetta er þjónusta sem við verðum að hafa og við fáum að vera með þessu verkefni, og það sem við fáum upp úr í eru aukin störf og fjármagn sem er líka eitthvað sem við þörfnumst. Við getum líka verið taktísk og krafist aukins fjármagns til lögreglunar á Suðurnesjum, þannig að ég líti á þetta sem tækifæri fyrir það. Mér langar einnig að koma inn á að óska nýja bæjarlögfræðingnum okkar til hamingju með stöðuna sína, vinnasteinn, og óska honum velfarnaðar í sínu starfi. Að lokum, hvað varðar fjárhagsáætlunina, þá langar mig aðeins með leyfi forseta að koma rétt inn á fundargerð velferðarráðs, bara lið 1 og 2. Það sem stendur, verkefni í sumar átaki námsmanna, og það voru þvílík verkefni tekin fyrir, eins og notendasamráð, samfélagslega virkni, aðgengismál, guð mig góður, við erum búin að ræða þetta í mörg ár, regluverk á velferðarsviði og hefjum störf, virkniúrræði. Og þetta var svo ánægilegt að fá kynninga á þessu, ég mun fara nánar yfir það þegar við tökum velferðarráð fyrir hérna eftir. En þannig erum við að taka fyrir rosalega stór og djúpstæð málefni sem við höfum verið lengi með í deiglunni og réðum inn fólk til að sinna þessu í sumar. Auðvitað kostar þetta, og auðvitað er aðhald gott, og auðvitað þurfa að tala fjármál. En við getum ekki gagnrýnt álag á eins og þetta svið, velferðarsvið, sem við höfum rætt lengi, og kostnaðinn við átaksverkefni á sama tíma. Framundan er svo fjárhagsáætlunarvinna sem við förum í gang í næstu viku, sem verður einkar áhugaverð staða hjá okkur, þar sem að samfélagi okkar er að kalla eftir aukinni þjónustu með skólum og leikskólum á sama tíma, og fjárhagsaðstoðin okkar hefur hækkað 11,2% bara frá því í fyrra. Aukningir eftir starfsfólki á sama tíma og ráðningar eru gagnrýndar, og hækka fasteignamat auk hækkun og verðbólgu liggur á íbúunum okkar. Þannig að þetta verður einkar áhugavert haust hjá okkur, og bara hlakka ég til fjárhagsáætlunarvinnu sem verður greinilega flókin og þung. Takk. Jóhann Friðrik gerir svar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir sem að heima sitja. Það er ánægilegt að vera komin aftur hingað í pontu bæjarstjórnar eftir sumarfrí, og það er að mörg að taka.
Þetta svo sannarlega vettvangurinn til þess að skiptast á skoðunum að fara yfir einmitt það sem að hefur gerst í sumar. Það sem að mér kannski efst í huga og ætti ekki að koma óvart, það þessi COVID-faraldur sem við erum að glíma við. Og auðvitað taka margir þættir í rekstri sveitarfélagsins á undanförnum 18 mánuðum, svolítið mið af því. Og það alveg rétt. Við, svo formaður bæjarráðs benti hér á að það blasir við að við erum kannski að koma betur út úr þessu en við gerum ráð fyrir þegar við samþykktum fjárhagsáætlun. En það breytir ekki því að þetta hefur verið sveitarfélaginu mjög kostnaðarsamt. Við erum að sjálfsögða vonast til þess eins og ríki og önnur sveitarfélög að við förum að rétta úr kútnum. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta endar í lok árs. Og að sjálfsögðu vonast maður til þess að hjól efnahagslífsins taki verulega við sér. Það ýmislegt sem bendir til þess að svo verði. En það breytir ekki því að við þurfum að halda áfram að hafa fyrirhyggju og forgangsraða á réttan hátt hjá rekstri Reykjanesbæjar. Hingað til hefur vegferð þessa meirihluta verið nokkuð skýr. Við höfum verið að reyna að hagræða í rekstri, endurfjármagna lán, greiða niður lán. En það var líka töluvert uppsafnað á undanförnum árum í viðhaldi, gatna, byggingu, skóla og svo má lengi telja. Við viljum halda uppi ásættanlegu þjónustustigi í sveitarfélaginu og þurfum að mæta okkar skildum og vinna vel úr því sem að okkur treyst fyrir útsvari bæjarbúa. Það rétt sem hér hefur komið fram að það var farið í ýmis átaksverkefni vegna COVID, sumarstörf, störf með styrk og ýmislegt gert sem að kannski ella hefði verið hinkrað með en var svo skemmtilegt að sjá og ég held að þeim fjármunum hafi verið vel varið. Það hefur verið nefnt hér umræðum fasteignamat á Suðurnesjum og vert að benda á það að enn sjáum við gríðarlega fólksfjölgun hér á svæðinu og þeir sem hafa verið kannski duglegastir að tala hér niður hlutina í gegnum tíðina, þeim hefur greinilega ekki orðið kápan úr því klæðinu vegna þess að Suðurnesin og Reykjanesbær einn vinsælasti áfangastaður þeirra sem að vilja færa sig til á landinu og það heldur áfram að aukast hér íbúafjölgunin. Sem því það að við þurfum að byggja skóla, við þurfum að mæta okkar skildum og halda þjónustustiginu uppi. Ef ég man rétt þá hefur álagningarstuðull fasteignaskatta markvisst verið lækkaður undanfarin 4 ef ekki 5 ár. Og við gerðum ráð fyrir því þegar við vorum að ræða fjárhagsáætlunina á sínu tíma og höfðum áhyggjur af því að gjöld til sveitarfélagsins myndu hreinlega ekki skila sér. Staðan yrði svo slæm að jafnvel þó það kæmi til frestun á fasteigna sköttum undir einhverjum kringumstæðum þá myndi bærinn verða að verulegum tekjum. Það raungerðist ekki í takt við það sem við höfum áhyggjur af en það breytir ekki því að við erum ennþá í kófinu og við munum þurfa að sigla út í því á næstu árum. Ég geld samt varhug við hvort sem það eru sveitarfélög eða ríki, að það verði farið of bratt í þann niðurskurð. Ég held að við séum ekki alveg komið þangað. Það þýðir ekki að við erum að fara fram úr okkur, en við þurfum að halda upp í ásættanlegu þjónustustigi og við verðum að passa okkur á því að grípa ekki of snemma í handbremsuna á meðan að hjól efnahagslífsins að fara af stað. Atvinnuleysi ennþá mikið, en frekar halda dampi upp á ákveðnu marki og vonast til þess að það skili sér í kjölfarið. Hér hefur aðeins verið komið inn á staðsetningu næstu grunnskóla í sveitarfélaginu. Þetta er ótrúlega staða að við blasi, jafnvel að við þurfum að fara í það að byggja 2 grunnskóla, bara núna undirbúa það. Sýnir bara þessa fólksfjölgun, þennan áhuga á því að búa í svona góðum bæ eins og Reykjanesbær er. Ég alveg sannfærður það að við munum vinna þá vinnu mjög vel og mér finnst
mjög áhugavert hvernig valkostagreiningin var framkvæmt við það að leita að hentugri staðsetningu fyrir heilbrigðisstofnun og bara flott vinna og eflaust eitthvað sem við getum nýtt okkur. En til þess að ljúka máli mínu þá langar mig aðeins að koma inn á þessa öryggisvistun sem að bæjarstjórn samþykkti hér einróma á sínu tíma og nú er verið að reyna að finna henni hentuga staðsetningu í skipulagi. Er að ræða veikt fólk. Í minni skilgreiningu er heilbrigðisstofnun að ræða. Fólk sem á við geðrænan vanda sem er hver þyngstur af öllum þeim skjólstæðingum sem við þurfum að eiga við á Íslandi. Hann er það þungur að það þarf að hafa sólarhringsvöktun hjá þessu fólki. En höfum það alveg á tæru að hér er veikt fólk að ræða. Fólk sem hefur mannréttindi og fólk sem við viljum hlúa að og að sjálfsögðu alltaf að reyna að endurhæfa út í samfélagið. Það er alltaf loka takmarkið hjá þeim sem að sinna þeim málaflokki. Við fengum ákveðnar svona viðvaranir þegar þetta mál var tekið fyrir hér í bæjarstjórn, meðal annars frá hagsmunafélögum þessa fólks, meðal annars frá Geðhjálp. Frá aðilum sem eru að láta sig geðheilbrigði varða í samfélaginu. Og það kemur alveg í ljós og við sjáum það kannski í umræðinu sem fylgdi kjölfarið, ekki bara öryggisvistun, heldur líka hvernig haldið er utan þennan þunga málaflokk innan heilbrigðiskerfisins og öðrum stöðum að við þurfum að gera miklu betur sem samfélag. Öryggisvistun er klárlega einn þáttur í því. En við erum líka með deild á Landspítalanum, þar sem að virðist hafa verið víða brotin. Við höfum ekki verið að sinna þessu málaflokki á Íslandi nógu vel. Og getum við hér í Reykjanesbæ axla þá ábyrgð að hafa vandaða og ég segi vel úr garði gerða stofnun hér sem er mönnuð fagfólki. Ég held það. Ég er á þeirri skoðun. Það gerist ekkert á einni nóttu. Það þarf að halda vel utan málaflokk og það hefur margoft verið bent á það en ég skorast ekkert undan því. Að þessu sögðu þá held ég að fara með staðsetningu stofnunar fyrir veikt fólk í íbúakosningu sé óþarfi. Ég er nokkuð viss það að við getum fundið hentuga staðsetningu sem ekki mun valda neinum usla í samfélaginu. Það hefur gegnum tíðina oft verið lenska að horfa niður til fólks sem á við geðræna vandamál að stríða. Geðræn vandamál á Íslandi eru mjög þungur baggi á samfélaginu og við þurfum að ná miklu betur utan þann málaflokk. Að taka öryggisvistun á Suðurnesjum fagnandi og vinna með ríkinu að því að gera það á eins faglegan hátt og mögulegt leita til nágranna landa sem hafa verið að koma þessum málaflokki í góðan farveg, vera í samráði við þá sem best þekkja málaflokkin, tryggja mönnun og tryggja ekki síst fjármögnun í málaflokkin, held ég að þurfa að vera sameiginlegt verkefni allra sem að vilja að við stöndum vel að geðheilbrigðismálum á Íslandi. Þannig að þessi bókun hún fellur mér ekki geð. Ég er ekki hræddur við það að fá öryggisvistun í Reykjanesbæ og þó svo að hún væri staðsett við hliðina á húsinu mínu þá hefði ég engar sérstakar áhyggjur af því. Ég vil nefna að lokum við hér í Reykjanesbæ höfum verið svo heppin að vera nokkuð svona samstíga mikilvægi þess að hér komi fjölbreytt starfsemi. Meðal annars höfum við verið ansi fátæk af stofnunum á vegum ríkisins sem að frekar hafa staðsett þær á höfuðborgarsvæðinu eða eins og undanförnum árum út á landi mun frekar heldur en hér. Ég held að Suðurnesin fyrir utan Ísafjarðar sé ekki með neina stofnun á vegum ríkisins sem ekki er lögbundin. Þetta skiptir okkur máli að þetta sé staðsett hér. Það skiptir okkur máli að við getum laðað til okkar bæði náttúrulega menntaði fólk hér á svæðinu til þess að vinna við þetta
en ekki síður að laða til okkar hæfileikaríkt fólk, sérfræðing á þessu sviði sem að starfa þarna og fá launin sín þarna greidd. Ég held að ég sé minnst okkosti á þeirri skoðun að sú samstæða mun ekkert bresta þó svo við fáum þessa stofnun frekar en einhver aðra. Við getum ekki endilega dregið upp úr einhverjum hatti hvað það varðar. Tökum þessu bara fagnandi, gerum þetta vel, gefum ekki afslátt af því að tryggja það að þetta sé gert faglega með öllum mögulegum ráðum og ég er sannfærður það að það verður í sátt við íbúðuna fyrir vikið. Takk. Það hafa ekki fleiri hvatt sér ljós. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, mér langar aðeins að koma hérna inn á þetta í sambandi við öryggisvistunina. Ég fagna þessari umræðu, vegna þess að þetta er umræða sem við þurftum virkilega átt að eiga sér stað. Ég er alls ekki ósammála því að við fáum öryggisvistun hingað inn á svæðið. En það sem ég var að benda á er það að þegar við samþykktum nótabenni 4. júní 2020 að þá vorum við að samþykkja að fá þetta verkefni hingað. En það var ekki komið staðsetning. Nú erum við að tala að staðsetja þetta inn í íbúðabyggð. Það var nefnt hérna áðan með Fangelsis og Hólmsheiði. Það er ekki inn í íbúðabyggð. Það er það sem ég er að velta fyrir mér, að við getum náð, eins og bæjarfulltrúi Jóhann Friðrik benti á, og hann trúir því að við náum þessari öryggisvistun á þetta svæði í sátt og samleiti við íbúa. Og það vona ég svo sannarlega. Síðan langar mig aðeins að koma fram hérna í sambandi við hækkun fasteignaskatta. Það er búið að vera hér í umræðinu og auðvitað, útsvarstekjur okkar er að lækka. En það sem ég hef áhyggjur af ef við ætlum að fara að hækka fasteignaskatta á fyrirtæki í Reykjanesbæ, loksins því að það sé til ástandsins sé að ljúka hvað varðar COVID, þá finnst mér það bara algjörlega óásættanlegt. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að það sé virkilega nauðsynlegt að hækka skatta á fyrirtækin. Og fasteignaskatturinn í dag, hann er að vinna að því að við náum því markmiði að láta hann standa allavega í stað en ekki hækka þá eins og bæjarfulltrúi Fríðan Einarsson benti á 9%. Þetta er gríðarlegt átak fyrir fyrirtækin sem eru búin að berjast í bökkum í COVID ástandinu. Hafa þurft að segja fólki og öðru, þá er það ekki leiðin. Við verðum að reyna að hjálpa þessum fyrirtækjum að ná velli aftur, ekki með því að hækka fasteignaskatta. Takk fyrir lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Margrét. Mér langar kannski ágættu bæjarfulltrúar áður að við lokum þessar umræðu vegna fyrirhugaðs skóla að nefna það að þetta var í raun og veru aðeins meira heldur en blankt blað sem við vorum að samþykkja. Við vorum að samþykkja heimild til skipulagsbreytinga eða fara í deiliskipulag vinnu á þessum svæðum og tillögur þar að lútandi, þannig að sú samþykkt liggur fyrir. Það er komin í gang vinna upp í Ásbrú varðandi staðsetning á nýjum skóla og þannig að við erum aðeins að fara að stað með þetta. Ég veit þó ekki hvort að þessar áætlanir sem að þarna eru lagðar til að hvenær við tökum þetta í rekstur geti orðið að veruleika. Því að við erum ekki búin inn í Stafholtsskóla, við erum þar að fara að ráðast í verulega uppbyggingu á íþróttamannvirkjum og sundmiðstöð og þegar að það því er lokið þá erum við að fara að byggja þar nýjan leikskóla og þetta er svona verkefni sem mun örugglega taka okkur að minnsta okkur í 3 ár, 2-3 ár í það minnsta, þannig að við erum kannski að horfa til svona 4-10 ára að þetta geti orðið að veruleika og svo er bara eins og
bæjarfulltrúi Anna Sigríður sagði hér frá áðan að við erum ekki alveg vissum samsetningu íbúa í Hlíðahverfi en þá. Það gæti alveg farið svo að svona eldri borgarar eins og ég myndi ákveða það að selja einbýlishúsið og flytja þangað. Þannig að þá þarf enga leikskóla eða grunnskóla fyrir slíka hópa en þetta og allt þetta að ráðast svona með tíð og tíma en vinnan er hafin og það er vel. En þá ætla ég að bera upp fundargerð bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs eru beðnir að gera merki. Og fundargerðin er samþykkt 11.0 og þá er komið að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eða gerðum. Það eru 2. Við erum annars vegar með fundargerð frá 13. ágúst og síðan fundargerð frá 19. ágúst. Og það er að venju nokkur mál, reyndar óvenju mörg sem við þurfum að taka til sérstakrar afgreiðslu. Og fyrst er það að telja lið númer 3 sem er Kirkjuvegur 8 og það varðar deiluskipulag. Orðið er laust lið númer 3. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 3. Þeir sem samþykkt geta lið númer 3 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Þá er það 5. liður sem er Hafnargata 76 og það er niðurstaða úr grenndarkynningu. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið. Svo verðist ekki vera að þeir sem samþykkt geta lið númer 5 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Þá er það liður númer 6 sem er Háaleiti 15. Niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það liður númer 7 sem er Bjarkardalur. Niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það 8. liður sem er Skógabraut 918a, niðurstaða grenndarkynningar, orðið laust 8. lið. Það er enginn sem kveður sér ljós, þeir sem samþykkt geta lið númer 8 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það liður númer 9 sem er Guðnýjarbraut 12, niðurstaða grenndarkynningar, orðið laust lið númer 9. Það er enginn sem kveður sér ljós, þeir sem samþykkt geta lið númer 9 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það liður númer 10 sem er Reykjanesvegur 46, breyting á bílskúr, orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 10 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það lið númer 11. Víðidalur 22-32 uppskipting á lóð, orðið laust þennan lið. Það kveður sér enginn ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 11 eru beðnir að gefa merki. Og liður númer 11 er samþykktur 11.0 og þá er það 12. liður sem er Hringbraut 90, niðurstaða grenndarkynningar. Og ég vil bara vekja athygli á því að umhverfisráð hafnaði þessum lið. Orðið laust þennan lið. Þeir sem samþykkja niðurstöðu umhverfisráðs í lið númer 12 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það liður númer 13, Unnardalur 6, orðið laust lið númer 13. Enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 13 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það liður númer 14 og ég vil líka vekja athygli þar að þeim lið var einnig hafnað í ráðinu. Orðið laust lið númer 14. Og þeir sem samþykkt geta lið númer 14 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það síðasti liður sem þarf að taka til sérstakrar afgreiðslu, eða lið númer 15, Garðavegur 9, orðið laust lið númer 15. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 15 eru beðnir að gefa merki.
Hann er samþykktur 11.0. Þá er fundargerðin til umræðu að öðru leyti. Einhver sem vil kveða sér ljós. Svo er ekki þeir sem samþykkja þetta fundargerð umhverfisráðs að öðru leyti eru beðin gefamerki. Og hún er samþykkt 11.0. Og þá er komið að fundargerð velferðarráðs frá 11. ágúst. Gunni Birna, gerðu svo vel. Já, fyrirgefið. Það er ein fundargerð eftir, þetta voru 2 fundargerðir. Fundargerð ösk númer frá 19. þar sem var verið að fjalla aðalskipulagið. Orðið laust þá fundargerð. Margrét Sandís, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Mér finnst ástæða til að nefna varðandi aðalskipulagið að gríðarleg vinna hefur verið lögð í vinnu varðandi aðalskipulag Reykjanesbæjar og hefur tekið nokkur ár. Nú liggur fyrir þarna vinnslutillaga og leggja áherslu á að þetta sé vinnslutillaga og það eru yfirvöld eiga eftir að fara yfir þetta og samþykja þetta og eftir að fara í kynningu og svo framvegis og þá örugglega eftir að flagga einhverju þar sem að vonandi bæði íbúar, fyrirtæki og fleira koma með ýmis innlegg og umræðan áðan varðandi öryggisvistunina að það er gert ráð fyrir til dæmis í aðalskipulagi að þetta sé þarna í enda Dalshverfisins en menn eru með efasemdir það en við erum í rauninni að samþykja samt vinnslutillöguna þrátt fyrir séum ekki alveg sammála endilega öllu en það getum við komið síðar saman og ákveðið saman að gera einhverja breytingar. Þannig að ég bara leggja áherslu á það að við erum að samþykja að kynna vinnslutillöguna opinberlega og að þetta fari í hið eðlilega ferli en við erum ekkert endilega að samþykja allt sem stendur í tillögunni. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. En eins og kemur fram í þessari fundargerð er bara verið að óska heimildar til að kynna tillöguna á þessum ráðsfundi og það er í gangi að kynna þessa tillögu og taka þá við ábendingum sem að væntanlega verða einhverjar og það verður síðan okkar borði að lokum að samþykja þetta og leggja þá til einhverja breytingar ef við höfum tillögur þar að lútandi. En við erum ekkert að gera neitt annað á þessum tímapunkti en að samþykja það að þetta veri kynnt eða samþykja þá fundargerð sem liggur fyrir. Það er ekki fleiri sem kveða sér ljós. Þessi samþykja þetta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. ágúst eru beðin gefamerki. Hún er samþykkt 11.0 og þá ágætu bæjarfulltrúar er komið að fundargerð velferðarráðs eins og ég gat áðan og Gunni Birna hefur beðið orðið gera svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Nú mig langar aðeins að renna yfir fundargerð velferðarráðs frá 11. ágúst síðastliðnum þar sem að við fengum kynningu á þessum meiriháttar verkefnum sem að var farið í sumarátaki velferðarsviðs hjá námsmönnum. Þar sem að farið var yfir notendasamráð meðal þjónustu þegar velferðarsviðs og þeirra upplifun af þjónustunni, samfélagslega virkni, aðgengismál og regluverk velferðarsviðs í því skyni að bæta og auðvelda þjónustu. Nú ég skrifaði hjá mér nokkra punkta sem að mér langaði svo að segja ykkur frá. Það var meðal annars sendt út spurningakannanir til Íslendinga, Pólverja og til fólks á fjárhagsaðstoð til að fá upplifun þeirra af þjónustunni. Og við fengum, það sem er svo gott, er að tala við fólk sem er að nýta sér þjónustuna eða er til staðar út af því að við eðlilega vitum ekki allt. Þar kom gagnrýni að fólk sem sagt komst inn á heimasíðu Reykjanesbæjar en svo voru öll skjölin þar fyrir innan á íslensku. Þannig að heimasíðan birtist á pólsku og svo fórstu inn í innri vefinn og þar var allt á íslensku. Þannig að þetta er eitthvað sem við getum notfært okkur til að laga, klárlega. Nú framtíðarstörf
hjá Reykjanesbæ sem að námskeiðin voru, þau voru mjög ánægð með þau námskeið og vantaði pínu eftirfylgni eftir að námskeiðum lauk og það er eitthvað sem við getum einblínt á einnig. Nú svo komið fram hjá þjónustuþegum til dæmis sem eru á Nesvöllum hjá okkur, þau vildu fá lækni í fullastöðu, enda skiljanlega, að sami starfsmaður sinni sem flestri þjónustu og þarna vantar tæknivin á svæðið, það er augljóst. Það kom uppástungum að ráða fleira fatlafólk í störf fyrir Reykjanesbæ og tryggja lyftumál fyrir fatlafólk í Sundi. Þannig að það eru ýmsar ábendingar sem komið annað fram sem við getum hæglega nýtt okkur bæði í fjárhagsáætlunargerð og til stefnumóta til framtíðar. Það sem var mjög ánægilegt var að það kom í ljós að 81,2% af þátttakendur líkar vel eða mjög vel að búa hjá okkur í Reykjanesbæ. Þannig að við erum með rosalega gott í höndunum þar og þurfum að halda íbúum okkar ánægðum. Það var þó gagnrýnt eins og hefur komið fram hérna líka fyrr í dag að það voru of fáir ungbarnaleikskólar og dagforeldrar og það er vandamál sem við vitum af og höfum reynt að auglýsa eftir. Það vantar afþreyingu, það vantar heimilislækna og það þarf að bæta heilbrigðisþjónustu. Þetta er eitthvað sem við höfum ítrekað heyrt en þetta er einhver stíð gott að fá fram svo við getum unnið með áfram. Nú þegar koma kjarnahópnum þá voru 20 manns teknir í ákveðin kjarnahóp og af þeim hafa 7 þegar fengið atvinnu og það er gríðarlegt fagnaðarefni þar. Þannig að við erum að taka þennan hóp hjá okkur og virkjan og það er að virka hjá okkur og þetta er alveg ofboðslega flott vinna hjá velferðarsvið og hjá Reykjanesbæ í heild sinni. Nú þegar kemur að lið 3, allir með, Hilma Hólm verkefnastjóri fjölmenningamála kom og við ræddum þetta verkefni sem við hefum gert nokkru sinnum og það sem að kom í ljós með allir með og það sem að við þurfum svolítið að taka til okkar hér og sérstaklega í komandi fjárhagsáætlunargerð er að verkefni fór vel að stað og hefur sýnt sig að vera gagnlegt en það er ofboðslega gott ef við getum haldið þessu verkefni áfram til þess að efla það og til þess að meta árangurinn ár frá ári. Þannig að velferðarráð taldi mjög mikilvægt og við vorum alls sammála því að gert er ráð fyrir auknu fjármagni til verkefnisins til framtíðar eða allavega áfram. Þannig að við tækjum ekki 1 ár, við tækjum viðmið og reiknum út hvað þetta myndi gera fyrir börnin okkar. Nú við sendum út könnun vegna búsetu í félagslegu leiguhúsnæði, við gerðum það síðast minni með 2015 ef ég man rétt. Og það er bara ofboðslega gott hjá okkur að gera þetta, það eru 6 ár síðan, að við sjáum hvort að fólki sem er hjá okkur er í stakk búið að fara úr félagslega húsnæðinu til að hleypa öðrum að. Við eigum mikið af félagslega húsnæði en biðlistin hjá okkur er mjög langur enga síður. Þannig að þessu ber að fagna og við þurfum að gera þetta reglulega. Nú ég kom inn á aðeins áðan undir fundargerð Bæjarráðs varðandi fjárhagsaðstoð sem hefur aukist umtalsvert milli júnímánaða 2020 og 2021. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með áfram. Þetta er áhyggjuefni. Við erum bæði með fleiri einstaklinga og mun hærri upphæð með fjölgun 11,2% og einnig í sértækan húsnæðisstuðning. En við erum enga síður að reyna það sem við getum. Við erum að taka fyrir kjarnahóp sem hefur verið lengi atvinnulaus. Við erum að setja inn sértæk úrræði fyrir sértæka hópa og aðra og við erum að vinna í fleiri en einu úrræði. Þannig að við þurfum að halda þessu áfram en við þurfum að fylgjast með fjárhagsaðstoðinni hjá okkur. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla bara að skjóta aðeins inn það sem var líka í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, það var þessi úttekt á aðgengismálum sem var bara mjög flott, svo ég tæki þátt í keppnina að mæra starfsfólk Reykjanesbæjar, þetta var mjög vel unnin skýrsla og það er bara svo gott þegar að maður fær svona yfirlit og það er fullt af verkefnum sem bara hægt er að fara í. Þetta er ekkert
ekkert svakalegu kostnaður allstaðar. Vissulega þarf að breyta miklu. Til dæmis sumstaðar á Hafnargötunni er erfitt að búa til rampa og annað. Það þarf að breyta bílastæðum og annað. En svo bara fullt af verkefni sem bara just do it, sko. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þessa vinnu og þetta frábært skjal til að vinna út frá. Takk. Takk fyrir þetta, Baldur. Það hafa ekki fleiri hvassir hljós undir þessum lið. Þeir sem samt geta fundargerð velferðarráðs beðin að gefa merki. Og hún samþykkt 11-0. Þá það komið að lið nr. 4 sem fundargerð menningar atvinnuráðs frá 18. ágúst. Friðjón Einarsson gerir svo vel. Forseti, takk kærlega fyrir. Ég ætla aðeins að fá að fara yfir síðustu fundargerð menningar atvinnuráðs. Ég veit að þið elskið þetta ráð, gengur vel. En margt gott. Fyrst ætla ég að byrja að segja ykkur frá því að í kaflanum atvinnumál þá var farið vítt og breytt yfir atvinnumálin. Auðvitað hefur COVID haft mikil og stór áhrif eins og við höfum rætt hérna, en það er þó margt skemmtilegt að gerast og ýmislegt sem við svona hlökkum til að takast á við. Við höfum nýlega gengið frá samkomulagi við fyrirtæki að gera fýsileikakönnun á uppsetningu á stórri vetnisverksmiðju og vitum það að metanólframleiðsla er að hefjast við Reykjanesvirkjun og við erum með Samherja verkefni sem eru 45 milljarðar og við erum með Slippinn með 3 milljarða og síðan erum við með HS Orku verkefni sem eru nokkri milljarðar einnig. Þannig að það er óhætt að segja, það er bjart framöndan hjá okkur og kannski komið líka tími til. Við höfum heyrt af því að það er lítið að gerast í stóru verksmiðjunum okkar, húsunum okkar í Helguvík, en vonandi fer eitthvað skemmtilegt að gerast þar, þannig hægt sé að vinna áfram í atvinnumálum og koma með eitthvað í staðinn fyrir það. Atvinnuþróunarstefnan er á flegi ferð og gengur vel, samstarfi við samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og Katigó og hefur svo vinna gengið mjög vel og núna er fljótlega búið til auka fundar og vinnufundar til þess að halda áfram í gerð þessari atvinnuþróunarstefnu. Og aðalmarkmið með því er jú að finna út almennilega hver er sérstaða Reykjanesbæjar fyrir atvinnulífið, hvernig getum við náð samkeppnisforskoti á stærri byggðir í öðrum landshlutum, hvað getum við gert til að skapa góðar aðstæður fyrir einstaklinga og fyrirtæki, hvað getum við gert til að vera í fararbroddi í verðmætasköpun, grænna þróunar og sjálfbærni í rekstri. Hvað getum við gert til að byggja á fjölbreytni, háu þekkingarstigi, sköpunarkrafti og öflugum útflutningi? Hvernig eflum við viðskipti innan bæjarmarkanna og stöðlum að sjálfbærni í verslun og þjónustu? Við ætlum að fara í gegnum vinnustofur, gegnum helstu atvinnuvegina og draga fram ógnanir og tækifæri og þeir aðilar sem taka þátt núna í fyrstu vinnustofu menningar og atvinnuráð, framtíðarnefndin, stjórn Reykjanessafnar og svo lykilaðilar úr stjórnsýslunni. Mér finnst þetta mjög spennandi verkefni að vegna þess að svona stefna hefur ekki verið til hjá Reykjanesbæ svona ítalega eins og við erum búin að vera að leggja í núna og hlakka mikið til að fá þessu umræðu þegar hún kemur inn í bæjarstjórn og bæjarfulltrúar að taka virkan þátt í þessari stefnu. Í gerð þessara stefnu. Nú það hafa orðið breytingar á atvinnuleysunni í Reykjanesbæ, mikla breytingar. Við vorum þegar mest var atvinnuleysin tæplega 25%. Þetta er eitthvað sem við höfum aldrei upplifað áður í sögunni og
Mest var til að mynda atvinnuleysi hjá okkur í hruninu, tímabundið atvinnuleysi fór upp í 14%, og það ætti allir að koma og bjarga okkur hérna, allar ríkisstjórnir, og þó ekki hafa verið kannski mikið úr því, en við höfum yfirleitt þurft að standa á eigin fótum og má segja það að þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir að vera með okkur í þessu verkefni, en núna er þetta nálgast og fara undir 2 stafa tölu og næstu tölu sem við höfum að fá núna eiga að vera tilbúin núna fljótlega, þá erum við að vonast til þess að við séum komin undir 2 stafa töluna. Við vorum í júlímánuði í kringum 11,6 en við höfum væntingar til þess að þetta fari undir 2 stafa töluna. Atvinnuleysi er þótt ótrúlegt sé mjög svipað hjá körlum og konum og það var dálítið mikill munur á hvað kallarnir voru fleiri atvinnuleysi kallar. Núna hefur þetta dregist verulega saman og má segja að keppnin þarna sé alveg hnífjöfn. Enn fremur má nefna það hérna að þegar við skoðum atvinnuleysið eftir ríkisfangi að þá er mikil samkeppni þar líka. Það voru mjótt á mununum erlendir ríkisborgarar og íslenskir ríkisborgarar. Alveg sama með kynin. Við vitum líka að sveitarfélögin í kringum okkur, þar er atvinnuleysi komið undir 10% og er það rétt undir og við skulum vonast eftir því að það verði það líka hjá okkur. Þó svo að við vitum að reglulega að þá erum við aðeins fyrir ofan hin sveitarfélögin, en þetta eru tölur eins og til að mynda í Grindavík, þar sem er tæplega 8% atvinnuleysi sem er aldrei sést áður í Grindavík, það sem hefur alltaf verið einna lægsta atvinnuleysi á Suðurnesjum til margra ára, það skulle vera 8% þar sem óneitanlega vekur athygli. En við skulum vona að þetta gangi nú upp almennilega. Nú í fundargerðinni fjallaði 7. júní, það tókst vel til, það var annað fyrirkomulag á 7. júní heldur en hefur verið áður hjá okkur. Núna var skemmtidagskrá á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu og tókst vel til. Spurning hvort þetta sé framtíða fyrirkomulagið. Eins og hefðbundið er, þá var hátíðardagskrá í Skrúðgarðinum og var þar mjög gaman að hitta Óskar Ívarsson sem var fánahyllir og síðan ræðumaður dagsins Ingvar Eyfjörð ásamt Guðbrand Einarssyni. Þetta var falleg athöfn og fór vel fram, en fjallkonan var að þessu sinni María Tinna Hauksdóttir. Við þurfum að meta það hvort við höldum áfram þessu fyrirkomulagi að vera með svona hverfistöðvar. Þetta tókst mjög vel og staðan fyrir allir færi í Skrúðgarðinn og það var dálítið ánægja með þetta í hverfunum. Lítið þetta séu ljósanótt. Maður nú að vonast til þess að það væri hægt en eins og við höfum komið fram á þessu fundi að það takst það nú ekki þetta sinn. Henni hefur verið frestað og ef þá ekki vonast til að aðventu dagar verði skemmtilegir hjá okkur í desember að það takist vel til á jóladögum. Við verðum bara að gera eitthvað betur næst á árinu liðnu. Nú, öll ykkar hafið örugglega séð skapandi sumarstörf. Það er búið að mála hérna alveg ótrúlegustu hluti og ruslakastar líti allt í einu falleg út og hvar sem var auður blettur það var málað eitthvað og fannst mér sérstaklega gaman að sjá gömlu saltgeymsluna, fara þangað. Það hefði komið gras og bekkir og leiktæki og myndir og þetta er búið að vera alveg yndislegt að fylgjast með þessum hópi, bæði fyrr og í ár. Bara virkilega til fyrirmyndar og það þarf oft ekki mikið til að gleðja fólk og þetta er svo sannarlega eitt af því sem er. Bókasafnið er mikið til umræðu hjá okkur og mikill metnaður þar á bæ og hvetja ykkur til að lesa þau gögn sem voru með fundargerðinni og sem kemur fram í fundargerð og fylgiskjölum. Mjög spennandi að sjá hvert við höfum að fara með bókasafnið. Þar er mikla breytingar framundan og með nýrri tækni og nýjum tímum. Síðan hvetja ykkur auðvitað að fara á listasafnið og byggðasafnið, skoða þær sýningar sem þar eru. Það sem ég finnst gaman að þetta er ekki bara hefðbundnar sýningar, heldur er þetta ekki síður sýningar sem kalla á svona viðbrögð hjá manni. Það
Það er þetta eru umdeildar sýningar og þannig eiga listasöfn að vera að mínu viti að þetta á að kalla á andmæli og veist hvað er gaman að sjá alltaf sömu listina, þetta á að vera eitthvað öðruvísi. Þetta á bæði að vera punk og rock og allt þar á milli. En eins og þið heyrið þá er mikið að gerast og gaman í þessari nefnd. Samstarfið hefur verið alveg til fyrirmyndar og ætla ég að þakka öllum fulltrúum í ráðinu. Við höfum farið þá leið að við setningu þessara sýninga sem eru settar 3 mánaða fresti hafa allir fulltrúar ráðsins mætt og haldið kynningu og sett þessar sýningar og við vorum að reyna að breyta svona fara í aðra átt en verið hefur þar sem formaðurinn var alltaf aðalnúmerið, sem betur fer það ekki lengur og það verður bara að segja eins og er að fulltrúarnir hafa staðið sig allir með miklum sóma og þetta hefur skapað skemmtilegheit og það er mjög ánægð með samstarfið í þessum hóp. Og leiðu lík þessu þá langar mig að segja það að ég vil hrósa starfsfólki, menningar og atvinnuráðs, Súlunni, fyrir alveg sérstaklega velunin verk í sumar í þessari miklu atvinnusköpun sem fór fram. Báru hitan og þungan í þessu verkefni og það hefur verið alveg til fyrirmyndar. Og leið láta ykkur vita því að eins og kemur fram í fylgiskjölum að þá hefur orðið aukning í öllum menningarhúsum hjá okkur, þar með rocksafninu. Þannig að þetta hefur gengið betur en á horfðist. En núna breytast tímar og við ætlum að byrja að rukka aftur inn. Þannig að við skulum sjá hvað gerist við það en hvet ykkur til þess að mæta á nýja sýningu sem verður 2. september. Það er gaman að sjá okkur þar. Takk. Margrét Sandís Geirsvöld. Fundarstjóri, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil þakka formanni menningar og atvinnuráðs fyrir góða yfirferð og þrátt fyrir að hann hafi farið yfir atvinnuleysið og tölurnar þar þá tel ég mér skylt að koma hér upp af því að atvinnuleysi er ekki lögmál, það er eitthvað sem við viljum losna við og hafa ekki. Og eins og kom fram hjá formanninum að þá er sem betur fer mikið að gerast á Suðurnesjum, mörg tækifæri og mikið að tækifærum til atvinnusköpunar. En góðu fréttnar eru að við vorum í 24,9% í atvinnuleysi en erum komin í lok júlí niður í 11,6%. Og ég veit að ég er að endurtaka að hluta til það sem að formaðurinn sagði, en við erum að tala 1309 manns sem eru á atvinnuleysisskrá og eftir ákveðin fjölda ára, mér minni 3 ára, þá fara menn á félagslega framfærslu á bænum. En það sem að er, og þetta er orðin jafnt hlutfall kynjanna, og það sem er athyglisvert að 52% af þeim sem eru atvinnulausir, eða 681, er með erlent ríkisfang, en 628 Íslendingar, en 52% sem sagt með erlent ríkisfang og meðan að við erum, ég held að við séum tæplega 30% eru með erlent ríkisfang hér í bænum. Ástæðan fyrir að ég kem upp og er að tyggja aftur þessar tölur er hreinlega það að fleiri en 1, fleiri en 2, fleiri en 5, fleiri en 10 atvinnurekendur hvart yfir að fá ekki fólk. Er ég að segja þá að það séu bara letingjar og fólk sem vill ekki vinna á atvinnuleysisskrá? Nei, alls ekki. Alls ekki. Heldur, það er eitthvað að þetta hjá okkur eða ekki og þá vil ég bara velta því upp hér. Hvað er verið að gera? Hvað er Vinnumálastofnun eða þessi skrifstof sem er hér að gera til þess að uppfylla þessar þarfir sem vinnumarkaðurinn er að kalla eftir? Það vantar fólk og við erum með 11,6% atvinnuleysi. Er það vegna þess að þetta fólk sem er núna á atvinnuleysisskrá, það passar ekki í þau störf sem laus eru, en það sem að hefur allan að borist mér til eyrna er að þeir sem að eru að auglýsa og vantar fólk eru mjög fjölbreytt. Þetta er verslunarstörf,
þetta er verkamannastörf, þetta eru störf fyrir hámennta fólk, þetta er alls konar störf. Þannig að ég á nú vona að fjölbreytni sé mikil hjá þessum, en þá er það að nú stendi hérna upp í bæjarstjórn og er að ræða þetta, en þetta er á höndum Vinnumálastofnunar og ég velti fyrir mér hvort að við ættum bara hér saman aftur að heyra í Vinnumálastofnun, athuga hver er tilbúin að taka þessar tölur betur saman, þeir eru að flokka eftir hvernig fólkið er og annað, hvernig eru vinnubröðin núna er orðin helmingi færri atvinnulausir, þannig að, og það er búið að fjölga fólki á Vinnumálastofnun hérna í bænum. Getum við gert eitthvað til að hjálpa til? Er möguleiki að fara í hlutastörf til að byrja með? Hvernig getum við komið þessu fólki í virkni? Og hvernig getum við sem sagt bara brúa bilið á milli atvinnurekenda og þeirra sem eru atvinnulausir? Eða er það bara ekki hægt vegna þess að þetta er algjört mismats þarna? Þetta þurfum við að vita og ég bara óska eftir samstöðu okkar allra til þess að vinna að því og funda sem fyrst þá með Vinnumálastofnun aftur, við erum búin að gera það og ég held að það hafi skilað sér að það varð fjölgun af störfum hjá Vinnumálastofnunum í Reykjanesbæ eftir okkar fund, en ég tel að við eigum bara hreinlega að kalla þau aftur að borðinu og bara hreinlega að spyrja að þessu hvað er verið að gera, hvað er verið að vinna, má fólk segja nei, má fólk verið í virkri atvinnuleiti annar staðar, hvað er málið, eða er bara algjörlega bara allt annar hópur sem er atvinnulaus sem að bara hreinlega það er ekki neitt í boði fyrir þau af öllum þessu störfum sem er í boði. Takk. Baldur Guðmundsson, gerð svo vel. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta er alltaf skemmtileg fundagerð, mjög fjölbreytt verkefni, alveg farið úr hörkunni í mjúkumálin og allt þar á milli. Margrét búin að fara yfir atvinnumálin og ég ætla ekki að bæta neinu við þar, en ætla aðeins að fara í mjúkumálin. Ég var í þessu ráði á sínu tíma og til dæmis þegar að þessar hátíðir voru yfir staðan þá var einmitt að fara yfir þetta, þú veist, hvað tókst vel, ætlum að gera þetta aftur og svo framvegis. Ég held að sé bara of snemmt að fara að taka ákvörðun það hvort að við höfum einhverja hópaskiptingu áfram fyrir 17. júní 2022. Það á ýmislegt eftir að gerast og alls konar afbrigði kom upp af einhverju veiru sem við vitum ekki neitt og vitum ekki hvað margir með að koma saman og hvað má vera langt á milli eða neitt. Þannig að ég held að við verðum bara að bíða og sjá áður en við förum að leggjast yfir þetta og hérna, leggja það skapalón sem var pröfað núna í sumar fyrir næstu ár. Við erum búin að blása ljós og nótt af. Við verðum þá bara að vera klári í það að þegar að svona fyrir að losna aðeins að við getum haldið eitthvað partí. Fólk þarf alveg á því að halda að sé hægt að búa til einhverja mínihátíð. Þau björguðu þessu mjög flott í fyrra með jólapartíinu og við getum gert það aftur eða eitthvað fyrr, Októberfest eða eitthvað sem okkur dettur í hug. Svo kem ég að bókasafninu og ætla að halda áfram í að tala vel starfsfólkið og þá vinnu sem að þeir að vinna. Það er þessi samantekt frá forstöðumanni bókasafns Reykjanesbæjar húsnæðisþörfina. Þetta eru vinnubrögð sem að ég kann vel að meta. Þetta er gríðarlega vel farið yfir alla þá þætti hvað þarf til að búa til bókasafn. Auðvitað er þetta langur óskalisti og ég ætla ekki að fara í smáatriðum yfir það og taka afstöðu með og móti. En það er verið að vinna gríðarlega gott starf í bókasafninu og við erum í þeim fasa að skoða húsnæðið á Tjarnargötunni.
og skoða þetta sambýli kaffihús, bókasafn, félagsþjónusta, alls konar þjónusta. Og þetta innlegg er gríðarlega þarft og gott í framhaldinu. Ég held jafnvel að við ættum að alveg hugsa þetta bóks upp á nýtt, hvort sem að því að við erum að fara í bygginga, við tókum 2 skóla áðan, við ætlum að fara í það, getum bætt núna bókasafni og ráðhúsi við. Við eigum eftir að skipuleggja ákveðna reiti hérna í bæ sem að ég sé fyrir mér að gæti verið alveg áhugavert fyrir bókasafn sem er ekkert lengur bara, þú veist, rykfallar bækur. Þetta er orðið miklu meira félagsmiðstöð. Heldur nokkuð tíma bara geymsla fyrir bækur. Þetta er það sem fólk er að koma saman og það eru leikjakvöld, það eru prjónakvöld og það er ýmislegt að gerast þarna. Kaffihús skiptir voða miklu máli í því samhengi að það sé svona eitthvað veitingaþjónusta og það þrengir dálítið að þegar þú ert komið síðan með bara félagsþjónustu bæjarins og nýtt allt saman. Þannig að ég held að við verum að skoða það, getum við bara hreinlega aðskilið þetta og byggt þetta upp á einhverjum öðrum stað með öðrum hætti. Og þessi vinna finnst mér alveg frábær. Takk. Jóhann Friðrik Geirsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég langar að koma aðeins hérna upp og tala áhyggjur mínar sem eru kannski í takt við það sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders var að benda hér á áðan. Þrátt fyrir að það drægi nú sem betur fer hratt úr atvinnuleysi, meðal annars með öflugum verkefnum ríkisvaldsins eins og Hefjum störf, þá hefur Alþýðusamband Íslands og samtök atvinnulífsins verulegar áhyggjur af langvarandi atvinnuleysi og hvernig og hvaða áhrif það muni hafa til lengri tíma. Ég vil benda á það að þessi þáttur í atvinnulífinu á Suðurnesjum hefur verið frá því fyrir hrun áhyggjuefni. Í hruninu enduðu 2000 manns í langtíma atvinnuleysi og það var gríðarlega kostnaðarsamt og erfitt að sinna endurhæfingu fyrir þennan hóp aftur inn á vinnumarkað. Við áttum fína fund hérna með Vinnumálastofnun í COVID-kófinu, hreinskilinn og góður fundur með forstjóra stofnunarinnar, þar sem hún meðal annars benti á það að það væri þörf á því að fjölga hér starfsfólki, sem að síðan var gert. En það er spurning hvort að við getum komið með hugmyndir eins og við svo sem gerðum þá og bent á leiðir til þess að við bregðumst fyrr við núna. Að við förum ekki að setja í gang verkefni þegar við sjáum fram á það að atvinnuleysi kannski verður komið í það horf sem var fyrir COVID og við sitjum uppi með stóran hóp fólk sem ekki kemst inn á vinnumarkað. Höfum einhverja fyrirhyggju í því. Það er eitthvað sem ég held að það sé vert að hvetja bæjarstjórn til þess að ræða við forstjóra Vinnumálastofnunar Í því samhengi langar mig aðeins að minnast á þessi verkefni sem að Vinnumálastofnun hefur og þá kannski einna helst samstarf Vinnumálastofnunar við fyrirtæki á svæðinu. Virk hefur til að mynda verið með svokallaða atvinnulífsráðgjafa sem hafa verið að vinna með fólki sem dottið út af vinnumarkaði í því að reyna að koma þeim í virkni. Ég velti fyrir mér hvort að það þurfi ekki að færa fyrir í ferlinu þessa aðkomu. Gæti virk til dæmis komið að því. Og þá er ég við það að fólk sem búið að vera án atvinnu í 12 mánuði
áhrifin á það fólk, andlega og líkamlega og ekki síst fjárhagslega, eru bara svo mikil. En þú getur verið í 30 mánuði á atvinnuleysisbótum. Auðvitað eru tilfelli þar sem að fólk þarf á þessum bótum að halda í þennan tíma. Ég ætla ekki að setja allan en hóp í, hann er ekki einsleitur, hann er fjölbreyttur. En við erum með Vinnumálastofnun sem að hefur þær skyldur að reyna að tryggja það að koma fólki í virkni út á vinnumarkað. Við höfum virk sem að tekur við ef að það gengur ekki. Við höfum samstarf virk og MSS varandi það að fólk geti komist í nám. Við höfum Keili sem opin fólki sem hefur dottið út úr hinu hefðbundna menntakerfi. Þar getur það komist aftur inn. Þannig að kannski svo hugmynd að okkar ágæta starfsfólki á Reykjanesbæ komið þarna inn og við myndum eitthvað teymi sem maður hugsi nú upphátt. Hvernig hægt að taka fyrr utanum þennan hóp? Ég held að með hverju mánuðin sem líður eftir að viðkomandi aðili búin að vera án atvinnu í heilt ár, hlýtur að verða meira og meira íþyngjandi fyrir hann og auðvitað ekki síst hans félagslegu aðstæður. Þannig að þarna tækifæri og ég fagna þessari umræðu hjá Margréti. Ég held að við þurfum að taka þetta sérstaklega til okkar vegna þess að þessi hópur hefur hlutfallslega verið mun stærri í Reykjanesbæ en annars staðar. Og þá einhvers konar tilraunaverkefni ætti fyrst og fremst að vera miðað að okkur, held ég. Þannig að þarna sannarlega sóknarfæri, svo ég komi því nú til leiðar. Eydís Heinse, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka fyrir alveg svakalega gagnlegar umræður og gaman að heyra þær. Það svona standa mér nærri eftir að hafa unnið mitt í virknimálum í allt sumar og erum mitt að leggja lokahönd á úttekt á stöðu virknimála á svæðinu og koma með tillögur að úrbótum og meðal þeirra úrbóta sem að ég sé fyrir og held að við séum svona á sama máli og Margrét og Jóhann Friðrik og eflaust fleiri að við þurfum að skoða þetta heildstæðara. Ég tel að það þurfi að koma á fót einhvers konar virknimiðju í Reykjanesbæ eða á Suðurnesjum. Atvinnulífið sveiflast alveg gríðarlega og við verðum líka að taka tillit til þess þegar við erum að horfa til atvinnuþróunarstefnu á svæðinu, að skapa aukinn stöðuleika. Og eins og Jóhann Friðrik talaði að þá þetta fjölbreyttur hópur en við vitum engu að síður að við erum með ákveðið hyllulíf og eftir ákveðin tíma í vanvirku lífi að þá fara ýmis vandamál að banka upp á og eru þau kannski svona aðeins einsleitari. Okkur fer bara að líða illa. Svona virknimiðja sem ég sé fyrir mér gæti verið að taka þá bæði til atvinnulífs og félagsstarfs. Í starfinu mínu í sumar fannst mér alveg rosalega merkilegt að vera að þjónusta meðal annars hóp flóttamanna sem ég byrjaði á að í rauninni að aðstoða við að fylla út Alfreð og aðra skráningar í gagnabanka til atvinnuumsókna og aðstoð við að gera ferilskrár og þess háttar, en það var ekki nema með samtali við atvinnulífið sem þessir aðilar fengu störf. Þannig að það einhvers staðar eitthvað rof sem á sér stað milli vinnuveitenda á svæðinu og þeirra sem að annast þessa hópa sem að vantar að komast í virkni. Og ég tel bara brýnt að fara í sig í það af því að einnig kemur náttúrulega í ljós þegar ég að gera þessa úttekt við skoðum virk en það fyrir fólk sem á endurhæfingarlífeyri vegna heilsubrests og það eru nánast bara virkniúrræði í Reykjanesbæ fyrir fólk sem að þjáist af heilsubresti. Svo þurfum við líka að hugsa þetta til langtíma af því að við horfum fram á mjög miklar breytingar á næstunni vafa lítið í atvinnulífi með 4. iðnbyltingunni. Norðmenn hafa farið þá leið að til dæmis að skapa
í samstarfi við sveitafélög, ríkið í samstarfi við sveitafélög, svona bara virknimiðlanir í rauninni, starfsráðgjöf, námsráðgjöf, virknimiðlun. Og það líka til þess að vera aðeins skrifa undan breyttum atvinnumarkaði og geta brugðist við sveiflum og breyttum áherslum þar. Og ég held að það sé eitthvað sem að Reykjanesbær ætti kannski svolítið að beita sig fyrir vegna sérstöðu okkar á atvinnumarkaði, að þá getur verið spennandi tilraunaverkefni að fara í í samstarfi við sem sagt þær stofnanir og sem að koma að virknimálum. Nú, ég hvatti einnig til þess að atvinnurekendur og félagasamtök á svæðinu myndu gera með sér sáttmála virkni að því að samfélagið er mannanna verk og ef það er fólk sem fær hvergi störf og fær hvergi tækifæri til að fá eitthvað inn á ferilskrána sína, að það hafi verið í starfskynningu eða starfsreynsluverkefni hjá einhverjum vinnuveitanda, fær enga tengingu út á vinnumarkað, fær ekki meðmælendur, þá er það eitthvað sem að við berum ábyrgð á væntanlega sem samfélag. Þannig við þurfum að búa til bara þannig farveg hér að við stöndum saman í því að enginn þarf að vera vanvirkur í Reykjanesbær. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson. Forseti bara stutt. Það var fyrir talsvert löngu síðan að Vinnumálastofnun var rekin af Reykjanesbæ og það var tilraunaverkefni sem var gert í nokkur ár og ástæðan þess að það var gert var að reyna að ná meiri nálægð við atvinnulífið. Þetta gekk mjög vel. Það fengust samfara þessu verkefni, þá fengust svona meiri sveigjanleika í gerð áætlana, starfsáætlana fyrir starfsmenn og sveigjanleiki í gerð samninga við fyrirtæki. Þessi Vinnumálastofnun sem þá var rekin af vegum bæjarins, þetta er á árunum 1999 til 2006, að þá var hún valin afkastamesta og besta Vinnumálastofnun á Íslandi og ég segi þetta til þess að velta því upp eins og Eydís hvort að við getum hort aðeins öðruvísi á þetta og það að hafa miðlun og það kannski gæti okkar hlutverk verið að vera milligönguaðili vegna þess að öllum rannsóknum sem voru gerðar á þeim tíma sýna það að samskipti Vinnumálastofnunar annars vegar og fyrirtæki hins vegar er ekki á best kosið og það virkar í báðar áttir. Sérstaklega vakti athygli í mörg ár að fyrirtæki einstaklingar sem fóru í atvinnuviðtal sögðu nei eða mættu ekki að skilabúin frá fyrirtækinu eftir viðtölin skilust þeir ekki inn til Vinnumálastofnunar sem gerði það að verkum að það kom ekkert í kladdan hjá Vinnumálastofnun og þetta er kannski eitt aðalvandamálið að fyrirtækin kannski leggja ekki tíma og vinnu í það að senda öll þessi skilabúin tilbaka eftir viðtölin og ég held að væri mjög sniðugt hjá okkur og þetta er eitthvað sem við ættum að geta gert í atvinnu og menningaráði að skoða möguleika á því að hvort að við getum komið einhvern veginn að þessu með eitthvað skona miðlun til þess að bæta þetta samband milli sveitafélags, milli Vinnumálastofnunar annars vegar og fyrirtækina. Þetta er það sem kannski við heyrum oftast og eins og Oddviti Sjálfstæðismaður nefndi hérna áðan, fleiri en einn og fleiri en tveir og fleiri en 10. Ég held að við ættum kannski að geta skoðað svona en þetta er langhlaup, rosalegt langhlaup að vinna með þennan hóp. Og eins og Eydís nefndi hérna áðan svo vel að en leið að þú ert búin að vera lengi frá þá er erfitt að koma tilbaka. Ég var heppinn og fékk að sitja útskriftarfund hjá hópi flóttamanna fyrir ekki svo löngu síðan sem hefði verið á námskeið í samstarfi Reykjanesbæ og Rauða krossinn og það vakti verulega athygli mína hvað allir voru glaður og ánægðir að fá tengingu við mannlíf í Reykjanesbæ, geta talað með einhvern, hlustað og allir voru leitast til vinnu. Það var virkilega skemmtilegt verkefni og til sóma fyrir alla sem stóða að því. Og ég velti bara fyrir mér hvort að við ættum að skoða möguleikana á því að setja upp einhvers konar áframhaldandi kerfi þar sem við getum leitað að styrkjum
og orðið einhvers konar milligöngu aðili og kannski að horfa til fortíðar hvernig það var gert hérna árum áður. Það væri held ég mjög jákvætt. En annars takk fyrir mjög góð umræðu. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir viðstaddir, aðeins varðandi atvinnulífsmálin. Ég hef komið inn á það áður hér á bæjarstjórnarfundi að ég tel að ákveðin hluti þessa fólks sem er hjá Vinnumálastofnun og búið að vera án atvinnu til lengri tíma kannski ekki allt í stakk búið til þess að stökkva í fulla vinnu og það mögulega velkjast í röngu kerfi, ættu mögulega að vera í heilbrigðis- eða velferðarkerfinu. Það þarf að kryfja þetta betur eins og bæjarfulltrúi Margrét Sanders kom svo réttilega inn á og þá þetta á könnu Vinnumálastofnunar. Og ég sammála bæjarfulltrúanum með að þetta verði skoðað nánar og svo unnið áfram út frá því. Og ég einnig mjög sammála bæjarfulltrúa Eydísi með virknismiðju og ég myndi vilja sjá frekara samstarf ríkis, sveitarfélags og atvinnurekenda í þessum efnum. Og nýja uppáhaldsorðið mitt greinilega samfélagsábyrgð, bara við þurfum að taka höndum saman. Og aðeins að skapandi sumastörfum, hughrif í bæ, mér finnst þetta vera eitt af þeim verkefnum sem færir gleði, ánægju og jákvæðni til okkar bæjarbúa ásamt því að gera umhverfið okkar litríkt og fallegra sem við höfum haft ekstra mikla þörf fyrir núna þessa mánuðina og við eigum alveg ótrúlega flott og drífandi og hæfileikaríkt ungt fólk og flottu verkefnastjórana þau Hildi Hlíf og Ingvar Hrafn og þetta eitt af mínum uppáhaldsverkefnum sem ég myndi vilja sjá fest í sessi í okkar góða bæjarfélagi og ég efast ekki að þetta verkefni hefur ekki farið fram hjá neinum en mér langar samt að nefna nokkur af þessum flottu verkefnum sem þau komu frá sér í sumar þrátt fyrir að veðrið hafi nú ekki alltaf verið þeim eða okkur hagstætt til að mynda regnboginn á gangbrútinni fyrir framan Ráðhúsið, ruslatunurnar sem voru skreyttar, fígúrur á Myllubakkaskóla, geðorðin 10 myndir út frá þeim voru málaðar á göngustíginn frá Suðurgötu, vinnustaðnum mínum Björginni, niður í Skrúðgarðinn og það ótrúlega flott og gaman að labba þarna niður og lesa þau því þau eiga við okkur öll. Og hughrif í bæ voru líka mjög virk á samfélagsmiðlum og það var alveg ótrúlega gaman að fylgjast með þeim þar. Takk. Takk fyrir Eydís Hansen, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Já, mér langar aðeins að koma inn á því að mér langar svo að minnast á það áðan en gleymdi en Friðjón kom aðeins inn á þessa flóttamenn sem við erum að þjónusta og ég vann mjög náið með þeim í sumar og þeir voru sem að hluta þessum kjarnahópi sem bara svo ég árétti aðeins hann Friðjón tilraunaverkefni eða það nýsköpunarverkefni í velferðarþjónustu hjá Reykjanesbæ sem að sóttu var styrkur til ríkisins til að standa undir. Í þeim hópi og öðrum hópum umsækjenda alþjóðlega vernd eða þeirra sem hafa fengið alþjóðlega vernd ég er að reyna að rifja bara upp skrárnar sem ég var með fyrirskrárnar þeirra og yfirleitt reynslu og annað voru 2 húsgagnasmiðir garðyrkjubóndi, voru 2 klæðskerar, teiknari matreiðslumaður stjórnmálafræðingur, mannauðsráðgjafi, enskukennari og tilbúin að vinna og þau fengu vinnu þar sem við gátum komið í störf, yfirleitt bara störf þar sem ekki krafist mikillar þekkingar. En það líka eitthvað sem við þurfum að fara að horfa aðeins í, hvernig við getum nýtt þann mannauð sem að koma til landsins. Við erum fjölmenningarsamfélag og mér finnst að við þurfum líka bara að spyrja okkur ætlum við að vera það bara einhvern veginn í orði eða erum við ekki kannski alveg til í að fá arabíska klæðskerastofu og hárskerastofu niður í bæ með smá stemningu. Eru ekki alveg til í að horfa til dæmis í hvernig við getum nýtt þessa reynslu og annað í nýsköpunarstarfi á svæðinu
og elt frumkvöðla setur okkar og þá kannski sérstaklega með tilliti til þessa hóps. Af því að ég held að ef við hugum að sko inngildingunni þarna í atvinnu og félagsstarf að þá munum við fækka alveg svakalega mikið kannski svona erfiðu málum sem að upp geta komið í fjölmenningarsamfélagi á borð við okkar. Gunnar Þórvarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það hefur verið áhugavert að hlusta á umræður hér í dag eða kvöld. Það er greinilega margt á döfinni, mörg verkefni sem að krefjast úrræðis sem að er ekki öllum boðið að taka þátt í. En það er enga síður þannig að þessi verkefni, þau munu standa pínlítið í okkur, alveg örugglega og augljóslega. Við þurfum þess vegna að taka höndum saman og reyna að finna lausnir sem að geta hentað íbúunum fyrst og fremst. Og fyrirtækjunum þar með, og ég hlakka til að taka þátt í því með einhverjum hætti og vona að okkur farnist vel í því verkefni. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvart sér hljós undir fundagerð menningar og atvinnurás. Þeir sem samþykkja fundagerðina eru beðin geðmerki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að lið nr. 5 sem er fundagerð framtíðarnefndar frá 18. ágúst orðið laust. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar. Það allt að gerast í framtíðarnefndinni og við langar að taka eitt mál sérstaklega fyrir. Það er uppbygging innviða fyrir rafbíla í Reykjanesbæ. Þarna kemur fram bara hreinlega tillaga að búa til sjóð þar sem að húsfélög geta sótt í. Þetta er einhver fyrirmynd frá öðrum sveitarfélögum. Ég er nýverið búinn að kaupa mér svona rafbíl, komin í stuðið og það er smá vandamál hér í Reykjanesbæ að það eru ofboðslega fáar hleðslustöðvar. Þannig að maður er búinn að vera að velta þessu verkefni fyrir sér. Hvernig förum við inn í orkuskiptin og margt að athuga. Það er náttúrulega eitt að bara kaupa hleðslustöð heim og taka það á sig og þetta er komið inn í byggingarreglugerðir og annað að í fjölbýlishúsunum þurfa að vera þessi aðstaða. Og í mörgum af þessum 9 fjölbýlishúsum eru innstungur út allt en ekki, svona alltaf getur hver fyrir sig sett upp hleðslustöð en það vantar réttan, það er ekki allir fasarnir komnir inn og allt það, þannig að það er margt að athuga í þessu. Það sem að ég held, já svo var mér bent á það til dæmis að ok, ég þarf að kaupa þessa hleðslustöð fyrir þennan bíl, næsti bíl verður kannski með alltaf einstungu sko. Það er ekki sama hvort ég er með Tesla eða druslu sko, þannig að það er margt að athuga í þessu. Þannig að það sem við getum gert sem bæjarfélag, það er til dæmis í aðalskipulaginu að við getum verið að skipuleggja svæði þar sem er hleðslustöðvar og síðan verður það þá boðið út eða eitthvað, þurfum að bara taka með að því hvernig Reykjavíkurborg gerði þetta og gera það ekki. Að við þurfum að skilgreina svæði þar sem að við getum hlaðið bíla, þannig að þar sem að fólk getur komist í hraðhleðslu. Og þetta er náttúrulega verið að vinna með orkufyrirtækjunum. Við náttúrulega tengjumst eitthvað orkufyrirtækjum hérna en þetta á að vera opið og gegnsætt og gagnsætt og allt þetta. Þetta er einhver vinna sem við þurfum að fara í. Og ég, eins og staðan er núna og bara með þær upplýsingar sem ég hef
svona kynnt mér, þá finnst mér þessi tillaga sem framtíðarnefndin leggur fram, svona óformlega samt, þetta er bara hluta af fundagerð, þetta er ekki þannig formlegt erindi sem kemur eitt eða neitt. Já, ég veit ekki hvernig ég á að taka þetta, en ég allavega get ekki samþykkt þetta, sko. Þetta er ekki hluti af fjárhagsáætlun eða neitt þannig. Og mér finnst bara hugmyndin sem slík ekki alveg, ég held að þetta sé ekki rétta leiðin. Að einhverju geti sótt styrk til að setja upp rafstöð heima hjá sér. Heldur að við bjóðum upp á aðstöðu þar sem að fólk kemst í hleðslustöðuna, bara eins og með bensinstöðarnar. Við þekkjum það format vel. Við höfum ekki komið okkur upp dælu heima, sko, til að setja bensín á bílana, sko. Þannig að ég held að málið sé frekar að við skilgreinum svæði þar sem að við komum upp hleðslustöðu. Þetta er bara svona smá fimmur í verkefnið. Takk fyrir þetta, Baldur. Þessi tillaga, hún er auðvitað bara af hinu góða að það sé verið að sýna frumkvæði í að skoða þetta. Þetta er auðvitað mál sem að við þurfum að horfa til framtíðar, hvernig málum verða háttað þegar þessi orkuskipti munu verða veruleika fullum þunga. Það er kannski í þessari tillögu ákveðnir hluti sem eru, það er verið að leggja til að HS Veitur taki þátt í þessu og bent á að í Reykjavík sé nú fyrirtæki, orkufyrirtæki, Orkuveita Reykjavíkur sem að sé þáttakandi í þessu en það er auðvitað munur á Orkuveitu Reykjavíkur og okkur að Orkuveita Reykjavíkur er í eigu Reykjavíkurborgar en HS Veitur er að bara hluta til í eigu okkar. Þannig að það er tiltölulega eða einfaldara fyrir Reykjavíkurborg að framkvæma slíkan hlut með sínu fyrirtæki sem er reyndar bæði veitufyrirtæki og orkufyrirtæki. Okkar fyrirtæki HS Veitur eru bara veitufyrirtæki. Þannig að það er spurningin sko, hvort þetta ætti að vera HS Veitur eða HS Orka sem ætti að taka þátt í þessu verkefni. Því að HS Veitur er ekki orkusalinn heldur HS Orka. Þannig að ég held að við þurftum að skoða þetta kannski til framtíðar ef við ætlum að fá einhverja samstarfsaðila í þetta. En þarna er verið að leggja til að við komum með 6 milljónir á ári á móti einhverjum öðrum sem að þarna er verið að leggja til að verða HS Veitur. En þannig að ég vil gera það tillögu minni að við vísum þessu máli bara til fjárhagsallunargerðar og til þess að skoða það í framhaldinu. Ef að bæjarfulltrúar gætu samþykkt það, ef að þið myndu vilja afgreiða það með einhverjum hætti, að vísa þessu fjórðamáli í fjárhagsallunargerð. Það er samþykkt 11-0. Þá held ég að ég leggi til að við greiðum atkvæði fundargerðina að öðru leyti. Þeir sem samþykkja fundargerðina eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0 og þá er ágættur bæjarfulltrúar komið að síðasta máli þessa fundar sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 19. ágúst. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Já, ég ætla að fara hérna yfir nokkur mál í fundargerð lýðheilsuráðs. Fyrsta mál á dagskrá var aðgerðir vegna lýðheilsuvísa. En lýðheilsuvísar eru gefnir út einu sinni á ári Suðurnesin í heild sinni og hefur lýðheilsuráð óskað eftir því að fá greiningu á Reykjanesbæ sérstaklega og er að vinna núna í aðgerðaáætlun sem snýra þessum lýðheilsuvísum hvað þætti kjörnir fulltrúar í lýðheilsuráði telja að við munum leggja áherslu á í vetur til þess að bæta heilsu íbúa og mér langar að nefna svona til dæmis 2-3 þætti eins og sem hafa komið oftar en einu sinni í lýðheilsuvísum. Það er eins og að hvetja konur í
skimanir fyrir krabbameini og það er einnig hátt hlutfall reyking á Suðurnesjum sem við viljum draga úr. Við viljum auka hreyfingu fullorðina, það er svona fleira og fleira. En aðgerðaáætlun verður tilbúin vonandi fyrir næsta fund hjá lýðheilsuráði. Mál númer 2, þá fengum við heimsókn frá Hafþóri Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa. Við vorum að fara yfir heilsu- og forvarnaviku sem er haldin ár hvert í Reykjanesbæ fyrstu vikunni í október. Þar þurfum við að vera alltaf sveigjanleg og tilbúin til að koma með heilsutengda þætti sem eru jafnvel með öðrum hætti heldur en árum áður, til dæmis leggja áherslu á rafræna heilsueflingu sem snýr að stafrænni fræðslu í formi myndbanda, mynda og greina sem nýtist til heilsueflingar og forvarna. Og svo þriðja mál á dagskrá eru heilsueflandi samfélag, kort og göngustígar. Vonandi hafa íbúar tekið eftir því að mikið af göngustígum hefur verið bætt í bæinn, bæði malbikaðir og malar, svona hér og þar. Og við óskuðum eftir því að sviðsstjóri umhverfisins kæmi á næsta fund, færi yfir göngustíga og heilsustíga, hjólreiða og göngustíga með kjörnum fulltrúum og við viljum leggja áherslu á að ná til allra íbúa svo að kynningin á heilsustígunum sé góð og að íbúar viti nákvæmlega hvar er verið að byggja upp heilsu- og göngustíga, hvar er tengjast, sérstaklega við eins og göngustígin við sjóin sem liggur með frá sjónum og upp í hverfin. Takk. Jón Friðrik, ekki svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar sérstaklega vekja athygli á mál númer 4 í fundargerð lýðheilsuráðs að þessu sinni. Undir yfirskriftinni fjölgun íþróttatímum í grunnskólum Reykjanesbæjar. Þetta er nú kannski ekki rétt nefni, hefði kannski frekar átt að standa þarna aukum hreyfingu í grunnskólum Reykjanesbæjar. En ég vona að ráðinu verði það fyrirgefið. Hér er komið fram kannski svona fyrsta stóra hugmyndin af breytingum frá lýðheilsuráði sem að snúa ekki að einstöku átaki, heldur breytingu á kerfinu sem að við höfum haft svo lengi í skólum, grunnskólum, allt land. Staðreyndin er svo að kyrrseta barna eykst með hverju árinu sem líður. Samt sem áður hefur skólakerfið ekki komið á móts við það. Við erum enn með 2 íþróttatíma og 1 sundtíma á viku. Og ég held að þetta sé bara í aðalnámskrá. Það sem ég langar að kanna og okkur í lýðheilsuráði langar að kanna, hvort það sé möguleiki að markvisst auka hreyfingu barna í grunnskólum í Reykjanesbæ. Og til þess að geta tekið slíka ákvörðun, þá þurfum við að skoða mögulega kostnaðar slíku, við þurfum að skoða hvort það sé raunhæft, við þurfum að skoða hvort það sé vilji til þess, og allt verður þetta að skoðast í kjölinn áður en við förum að leggja til eitthvað í þessa átt. En orð eru til alls fyrst og hér er til að koma fram fýsileikakönnun, sjá hvort við getum aukið hreyfingu barna í grunnskólum í Reykjanesbæ til þess að koma á móts við hreyfingarleysi barna sem eykst eins og rannsóknir benda til með hverju árinu. Að þessu sögðu þá hef ég átt samtal þessa hugmynd við fagfólk meðal annars hjá Reykjanesbæ og menn hafa verið að velta fyrir sér hvort að íþróttafélögin getur komið meira inn í. En allt er þetta í skoðun. Ég held að þetta verið mjög áhugavert að sjá hvernig þessi fýsileikakönnun kemur út fyrir okkur, bæjarfulltrúa, og sjá hvort að þetta sé gerlegt og þá hvernig í framhaldinu. Takk. Takk fyrir þetta. Það er ekki fleiri sem hafa hvatt sér ljós. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 6 eða fundargerð lýðheilsuráðs eru beðin um gjafamerki. Og hún er samþykkt 11:0 og þá geta bæjarfulltrúar dagskrá fundarins stæmt og við munum ganga frá fundargerð sem að
verður svo samþykkt rafrænt og ég segi því 614. fund í bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slítið.